Promise me you'll find your way home. Promise. Protect the green place. Gentlemen, it's time to take back what's rightfully ours. If you find him, he's mine. I'm Furiosa! Furiosa! Þessi þáttur í boði Smash, þetta súkkulaðihúðað snakk með smá saltbragði, alveg hrikalega gott og þetta norskt súkkulaði sem Nói Sirius að flytja inn. Þetta kemur í nokkrum svona útgáfum, það 100 gramma snakkbókar, 200 gramma snakkbókar og svo nýjungi þessari línu, það eru svona Smash súkkulaðplötur. Þetta nammi sem allir verða að smakka. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 inn í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Ég ekki kannski beint þessi með mikið af, þú veist, ég mjög erfitt með að byrja á seríum. Ok. Og þú veist, ég ekki... Ef að byrja það? Við getum gert það. Ok, Antoni, þú ert erfitt með að byrja á seríum. Já. Af hverju? Ég veit það ekki. Mér finnst þetta svo mikið, þú veist, ok, þá verð ég að klára. Ég get ekki Þú bara... verður ekkert að klára. En, þú veist... Já, svo erfitt með að hætta bara. En míniseríur, þú kannski bara með 8 þætti, 10 þætti max. Já, þú veist, það svo hrifun af The Boys. The Boys bara... Ekki bara 8 þættir? Jú. En það samt ongoing, menn þú ert búin að þurfa að horfa á 3 seríur. Já, en þú veist, út af því að fyrsta náði mér af þessum míniseríum, skilur. Já, bara fyrsta serían náði þér, þannig að þú ákast náttúrulega bara, ok, ég tjekka seríu 2. Ég veist, eiginlega bara fyrsti þáttur, þetta bara svipa með, skilur, Invincible. Fyrsti þáttur þar. Ég ætla að horfa á 1 þátt þú veist, var eitthvað, ég kaupi Amazon áskrift og síðan ég var að horfa á þetta klukkan 2 nóttin eitthvað. En það stútaður serinni bara á einn degi? Herru, ég þurfti að hækja, ég var bara gaur, þú vilt eiga eitthvað eftir, annars hefði ég stútað þessu bara einn degi. Hvað tókstu margir röð, manstu það? Var þetta bara helmingun á serinni? Já, hvað eru það? Voru þetta ekki bara 8? Ég held að þetta ekki 4 eða 5. Já, þú tókst meðlutan á serinni, bara einu kvöldi, einu degi? Já, einni nótt eiginlega bara. Það svo gaman þegar maður dettur á eitthvað svona. Já. Eitthvað gott stöf sem maður fílar, tengir strax við. Já. Eiga það inni bara, þá 2, 3, 4, 5. Akkurat. En þetta bara gaur út, þú verður aðeins að peysa þig hérna. Það gaman eitthvað smá inni, en þú væntanlega klára þetta daginn eftir. Já, reyndar. Þannig að þetta endist þið bara í 2 daga max. Jöp. Spenntur seríu 2? Ó, já. Heldur betur. Ég held að vera crazy seríu, sko. Já. Æ, þú veist, það líka, ég veit ekki, síðan ég bara svo, það var svo mikið að rusli að koma út, svo ég ekki inn í þessu, með þessa raunveruleika þætti. Eins og hvað? Hvað ætlar það? Love Island og eitthvað? Jésús. Ég hef keyrt að þú ert svolítið hrifin af því. Heyrðu, ég fæ ekkert að horfa á þetta heima, kærasta nennir ekki að horfa á þetta. Ég skil það alveg. Ég hef líka að þú er búin að hlusta á marga bíóblaðstætti, þá voru heilt að segja þetta, fyrir mér þetta bara svolítið frí. Þegar ég horfa á eitthvað svona alveg heila lustótt, þá ég bara... Ok, það kannski munur á heila lust og gjörsamlega heila dautt. Love Island, það botnin? Verður hreinskilin, ég verð ekkert móðgæður. Nei, en þetta kannski 1-2 stígum fyrir mér, skilju, bara gott að blessa að fólk vilja horfa á þetta. Þú nennir ekki að horfa á þetta. En þú veist, eins og þeir eru út á sjó. Ok. Þetta oft sérstaklega síðasta sumar. Það að vera að kveikja okkur, við basically höfðum meðal bara þannig að sé, það bara ein stöð sem var í gangi. Og það var lofarænt að vera að sína á henni. Stundum settist maður niður, nýbúna í kvöldmatt og byrja að horfa. Þú hefur hort á þetta? Ég hef hort á nokkra mínútur, já. Já, ok, ég ætla að vera viðkjanna, ég bara horfa nokkra þætti. Nei. Ok, þannig að þú ert ekki mikið inn í þessu, en þú ert sjómaður. Já. Og
við rauninni kynnust bara gennum Instagram, við þekkjumst í rauninni ekki neitt, en þú ert búin að hlusta á Bíóblaður, eða ekki alveg bara frá því að Kíló kom fyrst? Jú. Þáttur 18, ef maður rétt. Já, það heldur langt síðan. Það langt síðan, það var alltaf minn draumur að fá þig til mín og spjalla við þig, en ég verða þess að spyrja þig. Þú ert búin að hlusta á heldur marga þætti, ég veit það. Jöp. Það er eitt sem okkur spyrja, þannig höldum áfram. Þegar ég gerir svona tvöfalda þætti, stundum með eitthvað svona Tarantino, part 1, part 2, og oftast með eitthvað svona leikstjóra eða leikara og fyrir eitthvað svona feril og eitthvað, eða ég er ekki taka eitthvað stórt topic fyrir. Já. Hvernig finnst þér það? Ég held ég hafa aldrei spurt nefnd á Instagram hvort að fólk fíli þegar ég gerir svona doppel þætti. Mér finnst það geggjað. Að þér finnst það skemmtilegt? Það er bara lengra, þessi two-partar eru vanlega hvað er þetta? 5 tímar hjá þér? Já, oftast 3 og 2 eða eitthvað, já. En það er bara meira efni, þá er þetta að kafa miklu dýpara í eins og Kubrick þátturinn geggjaður. Já, takk maður, ég elskar það. Það er bara, þegar hann kom bara, beint að hlusta á þetta. En eins og með þallinu, ok, Kubrick þátturinn, jú, 5 tímar og við að spjallum alla myndina þessi, Jó Teitur. Ég bara bæla hefður freka kosi að ég gert bara standalone Shining þátt, eða standalone Clockwork Orange þátt. Finnst þið gaman að hlusta þegar kannski farið yfir svona feril, og þá kannski stikla aðeins á stóru, við getum alltaf ekki farið, hver mynd getur ekki fengið 2 tíma, skilur við? Frekar stikla á stóru, því að þannig basically kynnist ég Paul Thomas Anderson gegnum þig, þegar ég fór því mér langaði, ég vil helst ekki hlusta á þættina fyrir en ég búin eins og með það dæmi að horfa á myndirnar. Þannig að það, ég hef búin að horfa á hvað, 2 myndir eða eitthvað. Já, eftir hann? Já, Spooky Nights og Magnolia? Nei, ég var reyndar ekki búin að horfa á hana. Vá, ég held að það væri potthút nændiskur. Já, en ég er bara nýkomið þannig þroska ég geti hort á þannig myndir og ég kýs frekar svoleiðismyndir í dag oft á tíðum, heldur bara eitthvað heilaleg sull sem er bara, sprengingar og Black Adam. Ok, býttaðis með það. Þannig að þú byrjar að tjekka meira á Paul Thomas Anderson myndum eftir þáttu minn. Já. Geggja maður. Út af já, ég heldur kunnast, maður þetta voru svo staðnað allt hitt á þetta og ég ætla ekki svona að byrja á MCU-dótarinn, skilur við. Jú, ég get alveg horta á eitthvað á þessu myndum, en eins og við sagt, þetta lítur allt eins út. Þetta er alltaf sama. En þegar þú ert að vinna sérst á sjónum, þú talar um eitthvað ein stöð. Nú er ég bara að spyrja, ég hef aldrei verið að vinna á sjó, ég þekki þetta ekki. Ég bara seti ykkur bíómyndu. Hvað er DFD-spilari? Hvernig er þetta? Blu-ray-spilari? Nei, það er í dag. Flakkari? Það var flakkari. Og þetta það er ykkur flakkari núna, held ég. En ég horfði svo lítið á þetta út af því að þá þarf eitthvað að koma með það heimann til að bæta inn á. Þannig ég bara frekar bara, er bara með mitt eigi dótari. En hérna áður fyrir var þetta alltaf bara Skypakkin og fótbolti. Og hvernig er þetta? Þú, eins og þegar við ætlum að taka upp fyrir hvað, cirka mánuði síðan. Jöp. Þá sagði þú, ég er að fara um sjó bara eitthvað á morgun eða eitthvað. Og ég spurði, hvernig kemur aftur? Og mér meina þú, eftir mánuð, það var eitthvað frekar langa tími. Er það alveg mánuð í senn og hvað svo mánuð frí? Hvernig virkar það? Þetta eru vanast 3 til 4 vikur, mjög oft. Þetta eru svona langt flestu túrarnir 24 til 28 dagar. En það er bara straight. Já, það er bara 84 tímar á viku. 8 tíma eftir á dag, rúllandi. Máli, ég ber rosamlega að vera einhverju sjómönnum af því þetta er eitthvað sem ég gæti aldrei gert. Ekki að því ég er sjóveikur, en ég er mjög sjóhræddur. Já. Ég er ekki vatnsræddur en ég er sjóhræddur. Hvað leynir þetta niður í? Já, þetta er svo mikið, þetta er svo lindiðánsvöld og þetta er svo stórt og þetta er svo djúpt. Þetta er djúpt, maður gerir sér ekki grein fyrir þegar maður er... Þegar þú ert lengst út að hafa eitthvað, ég meina, kemur aldrei upp í þér eitthvað smá svona, shit. Nei, stundum kemur, ég væri til að sjá hvað er það fyrir neðan. Ég fæði alveg bara gæsa. Ekki til að sjá það, þú veist, því að þetta er bara... Aldrei neinn hræðsla. Nei. En það er ekki vont viður. Nei, það kom. Þú virkar svo chilla. Þegar maður er búin að vera að gera þetta næst í 15 ár. Það er bara 15 ára næst ári, þá húst að vera út síðan í byrja þetta. Ok, ég er að skýta á mig bara að hugsa um þetta. Nei, þú veist... Þegar ég var að vinna út á dekki, að taka trolli og allt þetta dóttir í, sem þar við kemur því, þá hérna, þegar verstu veðrin voru, þá er maður svo lifandi. Þú veist, þú er svo lítið, þú ert bara eitthvað hérna, miðað við allt þetta hérna, skilur. Ef eitthvað gerist, þá ertu bara farin. Það er enginn að vera börgaður.
Ekki í þessum vestu öðrum. Nei, ég að segja, það er skeri, maður. En, þú ert svo on edge eitthvað. Það er allt sem þú gerir, þetta verður einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég hafði alltaf mjög gaman að vera að taka svona brjálu öðri á síðan tíma. En ég veit ekki hvernig ég var í dag eftir ég eignaði sonum minn, einhvern veginn eftir það, ég var flughræddur og allur pakkin eftir strákunum einhvern. Vá, hvað er strákuð þín gamall? Hann er 9 ára. Hann er 9 ára? Já. Ég tengi sko að ég var eignast minn strák, hann har verið 2 ára núna í janúar. Þetta breytir manni. Já. Alveg, tölvöld meir en ég hélt. Já, ég veit ekki, ef það gerir það ekki, allavega fyrir mér, þá er eitthvað sem vantar fyrst mér. Bara í þig? Já. Það er bara mín tilfinning, þú verður ekki meira sensitive á alls konar hluti, skilur við. 100%. Ég var að horfa Klaus daginn, jólamyndina, hefur þú séð það, teikmyndina? Nei. Geggjumynd. Ég var bara, tárin bara lágu, og ég græta ekki oft við bíómynd. Eftir eignar svo minn, maður er bara einhvern veginn mýkri og viðkamari og einmitt, og svo sem þetta eitthvað, maður hugsa lífið sitt aðeins, ekki aðeins, tölvöld öðruvísi. Ég hef aldrei hræddur við dauðan, en núna hugsa maður í dag eitthvað, nei, ég verð að vera til staðar fyrir son minn. Akkurat. Allavega í 20 ár. Akkurat. Nákvæmlega. Lámark 20 ár. Vonandi tölvöld lengur, en bara því að hann, alveg saman hversu skrítum maður hann þarf á manni að halda. Akkurat. Hann þetta er öðruvísi. Já, þetta er, ég veit það ekki, þetta er, eins og segja, það bara breytist allt, ég var, það flugræddur að ég verði helst að fá mér bjóra fyrir flug, sko. Og þú varst það ekki? Ekki svona. Maður fer kannski að kíkla í maðan og liðinu upp, skilur að búi. En núna er það bara, ég bara byrja að svitna í lófunum og bara... Ég er ekki flogið síðan eignaði strákinu. Og ég hef aldrei verið flugræddur, en núna er ég byrjun svona, allir ég verði það. Já. En þannig að þegar þú ert að vinna á sjónum, ertu þá að hlusta á, einmitt spíablá, ertu bara með headphone og geggja maður? Það er einmitt, já bara, sérstaklega, með þessa lengri þætti, hef ég alltaf verið, ég var alveg til Akureyrar, þá var fyrst, tók ég Rocky þáttinn með Óla Björn. Óla, já. Og það var bara leiðina til Akureyrar. Það var svo langur, skilur. Bara gott. Einn þáttur þar ekki hlustar þetta annað. Ok, þannig að þegar ég ger langa þætti, að því ég var mjög stressað með það fyrst. Já. Bara eitthvað shit, ég er fólk að fara að nenn að hlusta á, en ég hugsaði mér, fólk pása bara og klárar þetta bara daginn eftir, eða tekur stofuna þátt bara á 3-4 dögum eða eitthvað. Svo fór ég að fá skilabóð. Bara ekkert að hrædda þessu löngu þætti. Fá alls konar fólki. Ég tók að bara einu rönni, þú veist, eins og fyrsta, hvað var það? Nei, hvað var þetta? Ég með honum Bjarna? Já. Já, 2009. Já. Hann var þeir var þú er bara eitthvað, ef þeir ennþá að hlusta, ég er bara meira. Ég fekk það frá nokkur bara eitthvað, hei, þetta er bara allt í góðu, ég er bara meira. En málið líka, þegar maður tala svona ógeðslega lengi, þá er það orkan, maður er með ákveðna orku í ákveðin tíma, þess vegna er gaman að gera svona doppel þætti, þá er pása á milli, við getum að vera að pissa, fengjum meira vatn, aðeins svona. Já, rífrasa. Rífrasa svona smá. En þú situr bara í 4 tíma straight og er bara að tala þó þetta er skemmtilegt, það getur svona. Ég ekki trúa því, maður. Það tekur á. En ég ætlaði að spyrja á ditt, áður höldum áfram. Núna förum við að fara í eitthvað svona deep dive kvikmyndadót, þú ert mikill kvikmyndanördi. Áður byrjum. Ég kom með smá gjöf handa þér. Málið að ég var búin að segja við þig að ég ætlaði að koma með Subway-kökur. Já. Og ég var tæpar tíma og eitthvað, fuck, herðu, ég veit hvað ég geri. Ég gef honum bara Subway-köku miða, þú sérst frímiði. Gekkja. Ég ætla að gefa þér, Antoni, þú ert búin að diggur hlustandi í svona langa tíma og elskar Subway-kökur. Þannig að þú fær hérna 5 kökur og getur fengið þér hvernig sem er. Gekkja. Og líka, þá er ég ekkert að taka af þér. Af því ef ég tekið 4-5 kökur núna, ég hefði bara stútað, þetta er orðið svona smá andræðið. Njóttu vel maður. Það er takk hérlega fyrir. Subway-kökur, hver er uppáhaldskakaðin? Súkkulaði með súkkulaðibitunum. Það var alltaf bara þessi venjulega hefðbundar. Súkkulaði, eftir að tala brúna. Brúnu með súkkulaði. Já, það eru lúmskar, sko. Þú veist, eins og ég sendi þér daginn, þetta er bara krakk. Þú tekur ekkert bara eina. Ég var náttúrulega að hugsa ég ætla að spyrja Antoni hvernig myndir þú lýsa Subway-kökum? Og þú sagði krakk, svo fyrir að hugsa,
ef ég gerir stutta klippu, það sem Anthony segir, þetta er svo krakk, verða Söffi ánægð með það, Ég veit ekki alveg með það. en þú ert að meina að þetta er svo gott að það er að hætta. Ég var einu svona, ég veiði svolítið á sömri, bara stangviði, og þetta var ég var að taka þetta með mér, stundu 5-10 kökur, skilur það var kannski bara fram að háti. Félag minni voru bara, gaur, er ekki lagi með þig? Þá er þú ekkert skára en ég. Nei. Jafn slæmur. Ok, hættum svo rugli. Nú förum við eitthvað geggjað. Já. Mér langar aðeins að byrja á því að spyrja á ditt. Við erum að taka þannig þátt upp núna í lok árs, 2022. Þegar þú hugsar þetta ár, kvikmyndilega séð, er þetta gott ár? Þú nefndir aðeins Black Adam. Og væntanlega ekki fíla hana. Jesús. Hvað myndir þetta að hugsa um? Eins og Top Gun, sástu hana? Nei, já, hana enda eftir. Avatar? Nei, ég ætlaði einmitt, hafa verið bara núna næstu dögum. Ég ætla að sína stráknum einmitt og nú er ég alltaf að fann að draga hann. Nú er þetta árið svona skemmtileg tíminn upp á það að gera. Ég er að sína honum, nú er ég fann að sína honum 80s og 90s myndir, Beverly Hills Cop og allt þetta. Hvernig finnst honum það? Hún finnst það geggjað. Hann elskar þetta. Ég get ekki beðið, ég er að tella dagana. Þá get ég ekki verið að sína stráknum mínum. Alveg stöf. Ég þarf ekki að fara að tóna mig niður, ég er alltaf bara eitthvað, ég var þetta gamalt þegar ég horfði á þessa mynd. Þegar þú tilbaka bara eitthvað, nei, gaur, þú varst aðeins eldri. Þú varst 13 ára. Akkurat. Ég var að horfa einmitt daginn á From Dusk Till Dawn. Ekki varst að pæla að sína honum hana. Nei, en hugsaðlega kannski eftir 2-3 ár. En sér, gaur, nei, þú varst 13-14. Slakað aðeins á. Hvaða mótor er þú? Ég er 84. Þú er 84, þannig við erum sem að gana, ég er 83. Já. Ég meina, hún kemur út 96. En ég man það þegar ég sá hana. Þú sást hana þegar þú var nýleg? Ég hef alltaf frændur sem voru eldri en ég sem gætu líkt þessar myndir. Ok, það eru atriði í þessari mynd. Og svo ertum við líka, Salma Hayek. Þú veist, mér er úrling að sjá... Selmu Hayek, oh my god, maður. En þetta í dag, ég var bara holy moly. Hvaða úrlingur bara í heiminum var ekki, eða bara kall meir, bara konu líka. Akkurat. Stór glæsileg kona og það er ákveð atriði í þessari mynd. Það sem hún er upp á sviði og er að dansa. Frekar dálæðandi atriði. Mjög svo. Þannig að þú ert að hugsa að sína 9 ára gömul með síni. Nei, ég er ekki að, sér líka, ég myndi eftir að Tarantino hafa verið ógeðslegur í þessari mynd. Hann er En hann er svo miklu verri eldri með myndi. Ég ekki sé þessa myndi, ég hafði ekki séð hann í 15 ári eða 15-20 ára. Hvernig fannst hún eldast? Vel fyrir utan kannski síðast atriðið. Þegar það er panað út frá og sér þess að þetta er bara eitthvað hóf. Já. Það var eina svona... Já, þú ert að tala um tæknivinnuna. Já. En myndið sér slík, þú fílaði hana. Já, vá. Svo skemmt. Mér finnst þetta vanta í dag, þetta vibe. Hvernig vibe? Hvernig myndur þú lýsa þessu vibe? Svo erfitt eitthvað. Ertu að tala um 90s vibe? Já, ég er að tala um 90s vibe. Af hverju var þetta svo skemmtilegur áratur? Fólk verður að leyfa sér alls konar kjaftaði. Og í dag, þú hugsa, maður horfir á þetta bara, það myndi ekki reyna þetta í dag. Nei, og hvað þá setja þetta allt í bíó? Akkurat, já, nákvæmlega. From Dusk Till Dawn kom í bíó á sínum tíma. Akkurat. Ertu að sjá það fyrir þér í dag? Nei. Ekki séns. Sittum fyrir eitthvað Black Adam í bíó. Þú varst ekki hrifin af henni? Ekki nýjara strákurum var hrifin af henni. Hann bara, pabbi, þessi mynd var bara... Og veistu það, þegar ég var að lesa komment og svona, bara eitthvað Facebook, bara, erlend komment. Já. Margir bara eitthvað, þetta var bara mest aðeinslu mynd og ég var að skrolla svona yfir þetta. Ég veit ekki alveg hvaða mynd, ég veit að smekkum hann er misjafn. Ég get ekki sagt neitt jákvætt þessu mynd. Jú, Pierce Brosnan skemmtlur. Já. Búið. Já. Mér var drullu saman alla þessa karakterana. Hver er þetta? Sorry, ég er ekki sem DC heimi. Það er ekki búið að kynna mig fyrir neina þessi dótari. Nei. Og af hverju ætti mér ekki að vera saman með þetta lið sem kom hérna? Justice Society. Já, þetta var svo lélegt nafn líka. Justice Society. Þetta er svo næst í Justice League. Já. En ekki alveg það sama. Hvernig er þetta Hawkman?
Með vangina sína og En mér fannst hann ekki góður, sko. Mér fannst hann bara... Gaur, þú ert að reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki. Þetta var basically þannig. En þú væntanlega sé eitthvað meira á sári, eitthvað sem er gott. Eða eitthvað. Já, Batman. Þú varst ánægð með Batman? Já, mjög svo. Á hvað varst ánægð með hana? Það er dísimynd, var þetta ekki bara eitthvað drastlík eins og Black Adam? Það var eitthvað dýft í þessari sögu. Það var eitthvað að gerast. Og þetta var miklu meira greitt í. Þetta var ekki þessi formúlumynd. En ég held að það sé svolítið ástæðan kannski fyrir því að fólk var bara eitthvað, þetta er ömuleg mynd. Svo líka hún er frekar löng. Hún er enda frekar. Skilur fólk sem segir, að þetta er hundleðilt, maður gerist ekki neitt. Ég er frekar bara Dark Knight að því. Náttúrulega, þú veist, við erum bara vön því að, þú veist, við erum alltaf, þú veist, það er alltaf endalaust eitthvað að gerast. Attention span er ekki orðið neitt. Nei, ég veit það. Þú veist, maður er að grípa sjálf á þessu, þú veist, ég byrja að horfa YouTube-vídeó, 10-15 sekundir, nei, nefnst ekki, næsta. Það var ekki nógu, þú veist, þetta greip mig ekki bara eittur og bing. Erum við orðið svolítið kröfuhörð? Verður þau bara að fá okkar gegga strax bara? Já, mér finnst það. Að mörguleyti. Það er engin með þólum með? Nei. Það er svolítið svoleiðis. En eins og þú, ég meina gafkvæmt bíómyndum, eins og Batman, þetta er 3 tíma mynd og tekið smá tíma og er slow burn, en það hljómar eins og þú að fíla bara allt myndinni, eða þess að... Já. Líka, þú veist, ég vissi ekki neitt þessa myndi einu sinni, þú veist, ég vissi bara að vera að koma í bíó, ég horf ekki að trailer í dag. Sleppur ég bara alveg? Já, þú veist... Út af? Þú veist, ég bara fekk staðfesting á því ég fóð með vinum mínum í bíó og hérna bílaelningadrið kemur og hakanum mér er bara hérna bara hvað er að gerast, þetta er geggjað og síðan alltaf stutt eftir bíla þú veist, þegar hann kemur og lítur inn í bílinn og hann kemur hlið og ég sný mér að vinum mínum bara, hvað var þetta? Og hann bara, varstu ekki með að sjá þetta er trillinu? Og ég bara, nei, sem betur fyrir var ég ekki búin að sjá þetta. Hvor heldur að það fengi meira út af þessu atriðið á þessum tíma? Ég eða hann. Pottið þú. Já. Þú veist, ég er bara blown away. Hvað er í gangi þetta? Það reyndar rétt, sko, þeir sýndur þetta mikið úr því atrið í trailinu. Alveg þegar hann kemur í gegnum eldhafið og þegar hann lappar að bílnum og það var allt í trailinu. Málið er, það sem þú gerir og horfir ekki trailer, það er náttúrulega skynsamlegast. En svo það kemur ég veit að koma Batman minn. Ég verð að sjá, hvernig lúkkar þetta. Já. En ég fann að gera eitt sem ég gerði eiginlega aldrei. Ég fann að tjekka þessi trailer, sem hann segir 2 mínútur og 20 sekúndur eða eitthvað. Ég horfði kannski mínútu. Svo slekki. Bara svona, ok, komið nóg, ég er spenntur. Svo bara klára ekki trailer. Já, ég skil það svo sem að það. Þú vilt sjá lúkkið á þessu og allt þetta dótir. En ég veit það ekki, þú veist... Þeir eru farin að gefa upp svo oft og búið að vera svo langa tíma bestu atriðin komið í trailerinu. Og hvað er það eftir? Þú mætir í bíó og það er bara eitthvað... En mér finnst verra þegar þeir fari í gegnum í trailerinu. Eiginlega bara öll svona story beats í myndinni. Þú sér bara eitthvað, ok, ég sé það, hann er einn að svíkja krúið. Þarna gerist þetta. Þú ert eiginlega búin að sjá, bara klifta útgáfa af myndinni í einhverju 2 mínútna trailer. Þetta er galið. Mér finnst það verra heldur en ef ég sé Batman-bílinn fara í gegnum eldhaf, skilurðu. Já. Ég er ekki að segja að það sé gaman að láta spoila fyrir einhverjum cool atriðum, en þá allan er sagan eftir. Nákvæmlega. Þetta er það bara búin að spóla sögunni. Og hvað er það eftir? Bara sprengingar og læti? Ég veit það. Svo er ég að lesa núna bara stuttu, það var að dæmi ykkur máli, helst sér rétt sem er. Veit þið hvort þú sást þetta? Sérst, Ana de Armas, leikonan, lékvist í ykkur mynd og sem, ég heldur þetta í Yesterday eða eitthvað. Sérst, hún er í trailinum, Ana, svo myndi gefin út, hún klift út myndinni. Hún var í rauninni ekki í sjálfurmyndinni, ef ég skildi rétt. Og fyrirtækið var held í kært fyrir false advertising. Er þetta ekki að grína? Nei, og núna, ég heldur að það var dæmið sem daginn. Þannig að núna mega stúdíón ekki plata, sérstaklega gæsalappa. Já, ég sá eitthvað einmitt að væri að fara að breyta ykkur reglum en í sambandi við þetta. Þú hefði getað sagt, segjum að þú eru geggjar Ana de Armas aðdæmd og þú ætlar að sjá sem þetta í bíó. Svo ferð þú í bíó, heyrðu, hún er ekki eins og í myndinni. Þú kannski fórst bara á hann út af henni. Akkurat. Þá getur, þú veist hvað þetta er í Bandaríkjunum. Þannig að þú hefði bara getað sagt, heyrðu, þetta er fáránlegt. Kæri þetta, en það sem er áhugavert, ég held að þeir hafa unnið
þessa stúdíó eða þessi gerða myndina, Já. ég held að þeir hafi tapað, Já. þannig að núna það þurfa stúdíón að passa sig. Þannig að þá spyrir maður líka, eins og þeir gerðu fyrir Infinity War. Þess að vendismyndin, þú maður þetta þessu, Já. kom trailer, það er skot í trailinum sem er ekki í myndinni. Hulk eitthvað að hlaupa með þeim, Já. það er ekki sjálfur myndinni. Þannig að það er spurning kannski núna, mætti þá ekki gera það, skilur, hversu langt tegir þessi? Já. Gætið þú sagt, herðu, ég kom inn að, mér langar að sjá Hulk í þessu atriði, það er í trailinum. Á hverju er það ekki í myndinni? Já, þetta er svolítið tvíeggjað sverð þegar kemur að þessu. Mjög fín lína. Þú veist, þetta er, en já, en það er samt ágætt að sé, koma eitthvað, ekki vera með vörusvik. Ekki vera að þykast vera með ykkur mannesku í myndinni sem er ekki svona í myndinni. Það er svolítið svona, Það er lélegt. það er mjög legt. Þetta er eins og ég horfði einhvern tímann á mynd, ég man ekki sem hvað hann heitir. Já. Ég get verið með, þú veist, Lélegt minni. ræðilegan, já, fyrir auðvitað, jú, þau oft er ekki, ég er meira svona andlitsgæi heldur en nöfn. Já. En þessi kvikmynd var með honum Corey Feldman og hann er framan á, sem sagt, þetta er einhver mynd sem við keypti DFD í Nexus. Já. Er þetta gömulmynd? Eða er þetta eitthvað svona 80s, 90s Nei, dót eitthvað? þetta er 2000 og eitthvað. Budgetið á þessari mynd fór örugglega í þessar 2 mínútur sem hann var í myndinni. Því að hann var nánast ekkert í myndinni. En var hann á coverinu? Hann var á coverinu. Og mér að tekja fram að Corey Feldman væri í þessari mynd. Já, það er gaman að segja hann. Nei, sorry. Var hann í alveg bara mjög lítið í myndinni? Hann mætti þarna, með minni að þetta hafa verið, hann fór á einhverja lögreglustöð og hafa verið að yfirheyra hann í sambandi við eitthvað og hann bara kom svona einstaka sinnum verið eitt og eitt, kannski, ég ætla ekki svona að segja að það verið 2 mínútur atriði. Það var náttúrulega bara nokkra sekúndar sem hann er að segja frá ykkur og sem bara kötta aftur í eitthvað annað atriði. Og er hann svo ekkert með í myndinni? Nei. Hann er ekkert í sjálfu, þú veist, plottinu og neitt svo. En þetta er eitthvað rusl. Þetta er algjört rusl. Ég hef svolítið gaman af, nema þessi, þú veist, mér er bara, ég var svona bara physically ill eftir að horfa á þetta. En þá er ég að spyrja þig, þú varst inn að skjóta á Love Island. Er þetta eitthvað skarað það? Sjálfur sér ekki. Sjálfur sér ekki. Ég er að reyna að fá þetta að segja, jú, Love Island er bara fínt. Nei, það mun ég aldrei segja. Það mun aldrei gerast. Nei. Ég var einu sem þessum stað þar sem ég var að horfa á djöfullin héti þetta. Þetta var alltaf hérna á Skjá einum. Einmitt eitthvað svona Love Island dótari það sem á fólk. Ég held samt að það ekki heiti. Við erum að tala um þetta er 2000 og þau eru að Skjá einn er svona tildurinn í byrja. Já, þetta er svona langt síðan. Já. Var þetta íslenskt? Nei, þetta er ekki ástafli. Það var eitt dæf. En hvað hét eftir? Það var eitthvað svona íslenskt svona, ég nenni ekki að reyna að munna. Það var eitthvað svona dating dót eitthvað. Nei, ég man ekki hvað það er. Svo gerir íslensk útgáfa Batislur og eitthvað svona. Þetta er allt svona frekar kjánulegt þegar. Það er svo mikið cringe. Komið bara með eitthvað í koncept af einhverju. Ekki vera að koma með íslenskan Batislur. Get the fuck out of here. Með fullur veiningu, minnir að Batislurinn hafi verið smiður frá Akureyri. Horfður á það? Ég sá þetta þessum tíma. En ég horfði á þetta, það var svona ég var ekki að horfa á þetta því ég var gett spenntur. Mér var svolítið kjánulegt. Þú trúir mér ekki. Þú ert þessi gaur. Þú ert þessi Love Island gaur. Ég er hardcore Bachelor og Love Island gaur. Herru, hættum þessu rugli, Anthony. Mér langar aðeins að spyrja mér út í 90s myndir. Já. Af því að ég er rosalega 90s gaur. Og ég er hérna í ból sem ástandur San Angeles 2032. Þú spottaðir á hann byrjum að taka upp. Bara, hei, ég held mér svo að spurt mér, varst að horfa á Demolition Man? Eða ég var að horfa á Demolition Man. Þú ert nýbúin að sjá hana, aftur. Hversu góð er svo mynd? Hún er svo skemmtileg. Þetta er ekkert... Ekki drullið hana? Hún kannski eldist ekkert, þú veist. Það var bara tæknibröllunar. Já. Þú veist, það er náttúrulega bara, þú veist, 90s tæknibröllur, skilur. En heild þessi mynd, hún er svo skemmtileg. Hvað er við hann sem er svona skemmtilegt? Enn og aftur, það bara gerir hlutir það sem eru bara batshit crazy, basically, með stórleikurum á þeim tíma. Akkurat. Fóru í bíó, allir bakkin, þetta er Stallone, Snipes, Sandra Bullock. Jöp. Við minnir reyndar, er þetta ekki, ég held þessi ára undan Speed. Jú, Speed 94 ekki. Jú, er ekki þessi 93. Jú, 93. Já, einmitt. Já, hún var ekki orðinari, hún var náttúrulega stærri stjarnan eftir Speed. Já. En með þú með flotta leikara og Stallone í stuði og Snipes í stuði. Með þess að Jack Black er hérna, vissu það?
Jack Black. Mhm. Ég veit hver það er. Ég spottaði þetta bara ennum daginn og senda félagminnum bara gaur. Er hann bara í einhverju cameo? Hann er einn af þessum gúns hjá honum hérna Dennis Leary. Vá, ég man ekki það að tekið eftir hún. Nei. Ég myndi til Dennis Leary, hann alltaf aðal gæinn yfir hann að anspundinni. Jack Black! Þetta er örugglega bara með hans fyrstu myndum. Örugglega. Ég meina, hann kom náttúrulega í X-Files hérna, einhverjum þætti. Já, er það ekki, ég meina, X-Files byrja 93. Var Jack Black, mannstu ekki hvað þetta var? Ég man bara, hann var með honum... Giovanni Ribisi? Já. Er það ekki? Jú. Það sem hann með svona eldingakraft einhvern. Já, ég held að það verið í 3. seríu. Byrjaði ekki X-Files 93, þannig að það kannski verið 95-6. Þannig að hann hefur verið á undan í Demolition. Svo var hann líka í The Jackal með Bruce Willis. Já. Var hann ekki skotinn þar? Jú, hann var gæðin sem smíðaði Unity fyrir business. Og var alltaf að reyna að fá meira og meira í pening. Alveg rétt maður. Ég hef ekki séð hana bara sem hún kom út. Ég horfði bara daginn. Er hún góð? Já, gaur, já, vá, maður. Ég er búin að vera bara á okkur svona bara 90s bindsi. Þetta er mikið þetta ár. Bara svona rifja bara fullt af bara algjörum perlum. Sko. Og er þá einhver sem hefur komið eitthvað sérstaklega óvart? Kannski minnst þú varst búin að sjá, bara rifja upp og þú hugsa með, vá, þess að bara tölur betri ef við myndi, eða öfugt, eitthvað sem fannst góð, svo rættur á hann og ert, æjæ. Það er alveg þó nokkra svoleiðis. Þetta því mann alltaf var á þeim aldrei... Ekki fara að særa mig hérna. Antoni, ég meika ekki að hlusta að drulli yfir eitthvað mynd sem ég elskar. Ég er að grína. Nei, ég er ekki að fara að drulli yfir neitt, skilur. Komdu maður. Þú ert að hugsa eitthvað mynd. Nei, ekki Under Siege. Ég hef svo gaman af Seagal. Já, ok, eða? Já. Ég líka. Schwarzenegger er svona, eða minn uppáhals. Af þessum action-görum. Já. Ok, Schwarzenegger uppáhals. Já, myndi segja það. En Seagal er samt alveg að ranka eitthvað en það... Já, hann er eitthvað svona, þetta er allt, Seagal, Van Damme, Schwarzenegger og Og Stallone. Stallone náttúrulega. Bruce Willis líka. Ég meina mynd. Cliffhanger. Voru atrið þarna sem ég gæti ekki. Ok, talaði varlega núna. Ég vissi um þetta. Ég elska Cliffhanger. Hvað atrið? Hvað er þetta að hugsa? Það sem stuðaði mig var þú ert svona illa klæddur einhverstað lengst upp í einhverjum ölpum að klifra. Þetta er Stallone, Antoni. Hann þarf ekkert föt. En fyrir má nú vera, kom on. Hann var samt alltaf alveg hún var svo kalt. Já, svona inn á milli atriða. Því að hinn atriða bara Ok, ég skal taka undir það. Hún var kannski ekkert svakalega kalt þegar hann hefði þurfa bara að frjósa hann í hel. Akkurat. En bussi frá því. Þetta er svo skemmtileg mynd. Þessar myndir, það er svo marga myndir þó að sé ekki, maður getur nýttpika fullt af ykkur hlutum sem eru bara þetta er ekki gott, en það eru svo skemmtilegar. Það er málið. Það er svo leiðilegt eins og þú talar nefndir þetta aðeins fyrir þáttinn og ert núna búin námlega í þettinum. Þetta er einhvern veginn það er einhvern veginn svona myndið þetta. Nei. Og þegar þeir reyna það, koma einhverja actionmynd, það er undartekninga, en eins og John Wick, ég bara taka eitthvað dæmi. Já. Þetta eru samt ekki svona nættismyndunar. Nei. Við getum bara nefnt eina sem ég horfði bara á jóladag. Nýlega mynd. Eða var það nændis líka? Nei, það er nýlega mynd. Violent Night. Já, sem ég varst æði. Mér varst það geggjuð. Já. En þú veist, það vantaði samt þetta, það er eitthvað þarna sem er ekki. Það er eitthvað, já, ég samanlegar. En það er samt eitthvað þarna sem er ekki mörgum öðrum myndum í dag. Nei, og það er líka alveg mynd sem hefðarlega geta komið út 96. Akkurat. Nákvæmlega. Hún er alveg 90s leg. Violent Night, sko. Já. En það er eitthvað sem vantar. Ég hafði mjög gaman henni. Mér var svona æði, sko. Hún komur ógeðslega óvart. Já, ég hef búin að vera svona ég pröfa að skella þessu bara. Og sem bara gæti ekki hægt að horfa fyrir hann bara búin. Ég fór hann í bíó. Ég fór með Kíló hann í bíó. Já. Og við skemmtum okkur konunglega. Ég held að ég var fílan aðeins betur en Kíló. Já. En
mér finnst hún fyndin. Já. Hann var nokkur góða brandarar þarna. Já, heldur betur. Hún vel blóðu. Heldur betur. Og hún eitthvað svo, þetta svo fáránleg hugmynd. Þetta henni bara Die Hard með jólasveinum. Já, með blöndu samt að Home Alone eins og myndi gerist í alvörunni. Já, algjörlega. Ef að fólk myndi lenda í alvöru einhverjum hardcore gildrum, þá myndi það líta svona út. Akkurat. Já, það var svona Das of Home Alone, náttúrulega Die Hard, smá líka bara Christmas Vacation feelingur með þessa fjölskyldu. Beverly D'Angelo leikur náttúrulega líka í þessari. Akkurat. Gaman að sjá hana. Mér varst þú drullu vel hefn. Já, mjög góð. Þannig að hún kemist mjög vel og ofalega fyrir árið. Klárlega. Ég meina, Triangle of Sadness líka? Já, hann eftir. Er hún... Það er... Akkur horfður þú svona á mig? Varst það að dæma mig? Nei, alls ekki. En bara, þú veist, fyrir... Nei, ég hef bara hugsað, þú veist, þessi mynd fyrir svona 3, 4, 5 árum. Ég hef aldrei horft á þetta. Bara nei. En fyndið, því ég er upplegað sami gegnum podcastur. Við hitt alls konar lið. Og ég er búin að læra svo mikið. Ég er búin að fá öðruvísi bara... Ég er búin að skipta skoðanir oftar en einu sinni. Ýmislegt sem ég sagði kannski fyrstu 10 bíablásþáttunum sem ég er ekki There Will Be Blood, náttúrulega stærstu dæmið. Akkurat. Eins og þú náttúrulega veist að þú búin að hlusta á þeim, bara þegar ég horfði aftur á hana, ég var bara blown away, ég bara hugsaði mig, hvaða mynd? Blade Runner 2049? Blade Runner 2049 sem mér finnst bæði betra en fyrsta. Þú ert ekki þar? Nei, ég ætla að fara að segja, þú veist, þessi fyrsta, ég er ekki alveg að... Þú ert ekki Blade Runner maður? Jú, algjörlega. En ég er búin að reyna að horfa hana svo oft. Þú veist, ég er búin að horfa hana oft, fyrstu myndina. Ég skil ekki raskat einhvern veginn enda. Ég er bara, hvað er þetta? Hvað er í gangi hérna? Þú ert ekki tengja? Nei. En 49? Miklu meira fannst mér. Þú veist, mér fannst hún bara... Mér finnst hún betri. Já, og ég veit það ekki. Það var eitthvað þarna sem ég var ekki alveg með fyrstu myndinu sem sagt. En seinni fannst mér bara... En ég myndi, þú veist, fyrsta árum myndi á seinni myndina, ég held ég að horta hálfa mynd og sé bara, nei, ég er ekki alveg að... En þá einhvern veginn var ég bara ekki í... Gírnum fyrir að horfa. Þú veist, ég meina, ég er að fara, þú veist, ég ætla að horfa aftur á Hereditary. Fyrst, þú veist, því horf ég ekki, nú horf ég á Hereditary. Og síðan ég búið með hana, ég bara, þessi mynd er ekki, hvað er í gangi? Þú veist, ég bara, mér fannst það ekki það skeri að niður. En síðan að gauður, þú veist, það er eitthvað hérna samt, þú veist, þú varst ekki í þessum gír sem þú þurftir að vera til þess að horfa á þetta. Já, þannig að þú bara sé hana einu sinni. Já, og ég ætla að sjá hana aftur. Ég var mjög forrættur að vita hvernig finnst þú þá í annarskipti. Ég meina, kannski er þetta ekki mynd fyrir þig, en kannski er nærinn einhvern veginn að snúa þér og þú kannski verður aðdáandi. Mér fannst hún alveg trufluð, sko. Já. Alveg vel trufluð. Já, en myndin sem kom mér mest ávart, örugglega þetta sem ég er búin að sjá þessu ári. Kom þessu ári? Já, var hann í fyrsta. Sem er þess 22 módel. Já. Það er ekki hérna Speak No Evil. Já, þú er búin að sjá hana. Danska myndin. Jesús, ég var í 3 daga í hana með þetta. Já, þú sendið mér skilabóð. Ég postaði, held ég, á Instagram postaðum. Og ég held að þú hefði sagt eitthvað, já, veistu það, fuck, Jesus, mér fannst það erfið mynd maður. Þú veist, það var meiri hlutan á myndin, já, þetta var hryllismynd. Það er ekki hryllilegt við þetta, en okkur líður mér svona illa. Þú veist, það er tónlistin og allt mútið, þú veist, þau að vera eitthvað má spóla þessu. Þetta er búin að gera þáttinn Sko, mér er alltaf lægi að spóla núna. Ég er búin að tala þessu mynd og ég líka bara nefna það við fólki, ég timestampa myndir, neða þessast þættina mína og Speak No Evil, danska myndin. Viltu fara alveg hardcore spoiler? Viltu segja alveg nákvæmlega hvað gerist í lokin? Er þetta léttir spoiler? Já, þetta er svona meira upp á mútið að gera og þetta, þú veist, að... Ok, við skulum ekki segja nákvæmlega hvað gerist í lokin. Ég ætla ekki að segja það. Þú veist, það var náttúrulega bara myndin svolítið, en eins og við erum að tala um óþægileg mynd. Þú veist, þegar þau náttúrulega fóru náttúrulega og kíktu á þetta fólk sem þau hittu hérna í ferðalaginu og sem þau ætla að fara stinga af í fyrsta skipti, komið sér tilbaka og kallinn heimilin fyrir að tala um já, hérna, við höfum bara gaman í dag og bla 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 og þau fóru ykkur að gönguferð og síðan ykkur fokkin ógeðslega óþægileg tónlist undir
og maður allar tíman að býða bara, hvað gerist núna? Hann að fara að taka valdum bara X eða nýfa, stinga eitthvað, gerist aldrei neitt. Þú veist ekki hvað að gerast. Ekki neitt, og séðan maður bara, hvað er ég, og séðan þegar þessi climax kemur hana, ég bara talað ef eitthvað er gut punch, þá var það atriði. Og líka eða átt börn. Nákvæmlega, guð minn góður. Mér fannst þetta rosalega erfið mynd, maður. Mér finnst hún góð. Algjörlega. Við leikinn, hún er spennandi, hún er áhugaverð. Mér finnst hann ekki bara að vera sjokkera, þetta er svona human centipede eða eitthvað svona, það aftur svona, bara eitthvað rugl. Þessi var alveg að tækla mannlega hluti og með þetta fólk, að þú hugsa alltaf að vera með þér, hvað er það að gera? Farið? Akkurat. Drullu ykkur í burtu? Þið þekkið þetta liðnátt ekki raskat. Ekki neitt. Þið skuldið mikið neitt. Og ég mér gæsóð, þetta er svo fucked up mynd. Og þetta atriði, ég sammála þeirra, það tók mér nokkra daga. Komast yfir þetta? Já, að þetta var bara svona, ég fekk bara svona flass. Why are you doing this? Because I can. Because you let me. Já, nákvæmlega. Þá var ég bara, þú veist, þetta er ekki svo fucked up. Þetta er svo ógeðslega brútal og ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvað gerist. Þetta er svo, mér fannst, veistu það, ég leit undan. Ég man ekki hvenær ég leit undan síðast. Þegar ég horfði á bíómynd, já. Nei, ég gera það sama. Kærasti mér sagði líka, því hún fíla alls konar ógeð og eitthvað viðbjóð. Hún sagði, ef ég hef vitað, að ég var ekkert búin að sjá hann, oft er ég að sýna einhverja myndir, ég hef ekki séð hann, við erum bæði að horfa hann fyrst skipti. Okay. Og ég var ekki búin að horfa á trailera, ég vissi svo lítið þessu mynd, ég vissi bara, þetta var eitthvað svona sjokkarandi og verið vist vöndumynd. En hún sagði, ég hefði ekki hort á þessa mynd þegar ég veit að hann væri svona. Ég skil hann alveg. Úff, já. Út af þessu síðast atriði, þetta sem er í endan, þetta er bara... Það er hvernig þetta stigmagnast. Hún er óþægilega eiginlega allan tíman og þú veist ekki alveg hvert er þessi mynd að fara. Nei, ég var alltaf að bíða eftir ykkur sem að koma aldrei. Já, líka. Ég hafa bara að byggja hana. Hvað er í gangi hana? Af því það sem er svo kúleika á þessu mynd og þetta var mín upplifun af henni. Við vorum rosa mikið á kærasti mín, við vorum rosa mikið svona hlæja fyrst og það er ekki að hlæja ekki að því að myndin er léleg, og bara hlæja þessum aðstæðum. Já. Þetta er svo vandræðalegt. Maður fann það alveg í gegnuðu bara, shit, hvað þetta er óþægilegt. Eins og það kemur bara eitthvað svona, þetta er barnapján, við erum að fara öll út að borða. Býtu, börnir komið? Nei, henni er barnapján. Já. Bara eitthvað gaur, 50 gaur. Mér minna hann ekki sem tala ensku henni og bara hann er bara að passa barnið. Það er svo súrt. Já, og maður er alveg, shit, þetta er hrikast, ég myndi að vera þessum aðstæðum. Akkurat. Og þau bara, eins og Gaurinn segir, because you let me. Nákvæmlega. Þú veist, maður er bara allan tíma, mér langar að hrista fólk. Þú drullið okkur þetta í burtu. En veistu, þetta er ein eftirminnasta mynd sem ég hef séð, sko. Ég er ekkert, þetta er fyrsta skipti sem ég fæði, gut punch af bíómynd. Ég var þetta. Ok, þá ætla ég að tella upp nokkra myndir sem hafa gefið mér gut punch. Irreversible, þú sjá hana? Nei. Ok, tjekka á henni, Anthony. Eða langar eitthvað svona good time at the movies. Já, ok, einmitt. Ég er ekki sem sé nákvæmlega svo spíknu í júli en hún er fucked up. Ertu búin að sjá Martyrs fyrir önskumið? Já. Fannst það ekki að gut punch við? Það var meira bara svona, what the fuck is this? Þú veist, í alvörinni, hvað er í gangi hér? Ekkert meira það? Nei, ég veist ekkert eitthvað, mér fannst hún ógeðslega alltaf, skilur, en hún fokkaði mér upp á sín tíma, sko. Ekki eins og Speak No Evil. Nei. Af því hún var, já, en... Ég veit, eftir að horfa á Speak No Evil, þá er kannski allt annað orðið svona... Bara eitthvað því að hún fór beint bara, bara, þetta er óþægilegasta dæmi sem að þú er bara séðskilur. Ertu búin að sjá Serbian-film? Nei, mér langar eiginlega ekki að sjá hana. Og veist, það er svona... Hún er ógeðsleg. Það er svona ákveðni, þú veist... Hvað maður að segja? Þú veist, maður vill hafa, þú veist, eitthvað að trúa mannkyninu, skilur. Það er ákveðna línu sem vil kannski ekki fara yfir. Já, eiginlega þannig, þú veist, bara svona, já, þú veist, we're fucked, hvað erum við að gera þetta? Já, ég ætti að vera með örgulega að horfa á hann í dag, eftir einhvern veginn spatt. Ég hefði vitað sem mynd hérna áður fyrir, hefði örgulega horta á þetta. Þú veist, ég var alltaf... Serbian-film? Já, klárlega. En ekki eftir þú varst faðir? Nei. Það er einhvern veginn bara, þú veist. Það er erfiðara. Já. Það er erfiðara. Þú veist, út af því að einhvers staðar las ég að það sem hún sér í bíómyndum, það er alltaf til eitthvað sem er verra í raunveruleikanum.
100%. Maður er stundum að lesa eitthvað, ég var að lesa daginn. Ég ætla ekki að fara út í eitthvað nánar lýsingar á það sem gerðist, en ég las það bara eitthvað á DFF eða eitthvað. Það var eitthvað fólk, þetta myndum bara á Atrium 7. Það var eitthvað fólk sem átti þess að stelpu. Já. Hún fannst látin á heimilinu og hún var ekki búin að hreyfa sig. Sástu þetta er ekkert langt síðan, það var DFF. Ég sá, eitthvað í Bandaríkjunum. Hún bráðnaði ofan í sófan. Hún einhvern veginn bráð, hún er svo vannærð og þetta var barnið þeirra. Jú, ég hlusta svolítið á Illverk podcast. Já, er hún ekki alltaf að tala um eitthvað svona fucked up stótt? Daginn ég þurfti að taka mig pásu því að ég bara, það er til svo mikið af snarvængjandi fólki í þessum heimi. Bara biluðu lið. Þetta er líka bara vont fólk. Já, það er bara þannig. Ég hef alltaf verið svona mjög intríkt á sem sagt svona, hvernig virkar hausinn á svona fólki? Hvað fer í gegnum, á hverju situr allt innu bara, stendur sér upp bara, það sem er þetta erfast með þessa þætti eru þess að svona barnanauðganir og svona svoleiðis fokkin viðbjöður. Svona að tala svoleiðis og hvað fer í gegnum hausinn á svona fólki? Að halda þetta sé bara, Ég hef líka bara erfitt með þú fremur svona glæp. Já. Ég hef bara erfitt með að setja þetta fólk undir þennan hatt bara að vera manneskja. Nákvæmlega. Sem ég veist að bara vera einhverju djöflar í mannsmynd. Já, ég er alveg saman. Þetta er svo ógeðslegt. Sumt að þessum, hvað er að tala um hérna? Döttum við einhvern svo rappi. Já, þetta er einmitt út frá hérna Speak No Evil. En fólk hefur svona áhuga á þessu. Þú sagði sjálf, þú hlustar á Illverk og hún er að tala um alls konar Já, þetta er svo framandi, þetta er svo fjarrimanni. Já. Það er ekkert sem að er, bara, já, þetta er hérna Jói í næsta húsi, hérna, einhvern veginn, En svo gæti alltaf verið. Þú veist alltaf ekki, hversu vel, þú ert búin að hlusta mig tala hérna um einhverja bíómyndir, einhverja fleiri klukktíma. Þú þekkir mér samt ekki. Nei. Ég geti verið, ég er ekki psycho, en ég geti verið bara einhver psycho. Hversu vel þekkir mér fólk? Eins og Jósef Fritzl, gæði sem að... Nákvæmlega. Jú, kannski voru nákvæmlega kannski að hugsa með sér, það er svona skrítum gaur, eða eitthvað, en það er engan grunað. Nei. Þetta var í gangi. Nei. Líka í öll, einhverja áratugi. Þetta er ekki einhver 19 ára. Það var fáránlegt. Eins og Jeffrey Dahmer. Ég veit þú varst að tala um að þú kannski eftir ekkert mikið að detta inn í seríur. Sástu hana? Nei, ég ætla ekki að horfa á hana. En þú ert spenntur að tjekka á hana? Já. Ég horfði á fullt af svona heimildamöndum hérna, þegar ég var svona 18 til 20 ára með svona serial killers. Nema það er einn gaur sem ég gat ekki horta á og hann heitir, djöfullinn heit hann, eitthvað Fish. Og var hann eitthvað sérstaklega ógæslegur? Þeir eru alltaf allir ógæslegir. Akkur meikar hann ekki? Albert Fish, já, heitir hann. Albert Fish? Já. Er það að segja eitthvað viðbjörn núna? Algjörlega viðbjörn. Ég þarf að setja disclaimer á það. Ég myndi gera, með þetta... Banana 18. Ég byrja að hlusta, ég var að horfa á YouTube á þetta. Já. Ég byrja að horfa á þetta og þetta slökti ég þegar þetta kom. Býttu, er viðtal við það? Nei, það var þá, hann tældi til sín, með minnum hefur verið 9 ára stelpan eitthvað sluðis, 8-9, þetta er 8-10. Og hún hvarf náttúrulega og hann sendir foreldrunum hennar, sem náttúrulega voru að leita henni, bréf að hann hafi tekið hana, hann basically með minna hann hafi borðað hana. Ok, ég vil ekki heyra meira. Það kom svona, ég nauðgaði henni ekki. Þá bara klikk, ég get þetta ekki. Jesus, maður. Ég get ekki glemt þessu. Já, þetta var mikið, sko. Þetta var allt mikið. Ég get ekki. Herðu, fyrir að tala um eitthvað aðeins skemmtilega léttara, en samt sem tengist þessu. Ein 90s mynd sem ég finnst æðislega. Tengist svona fjöldamorningi. Copycat. Ertu ekki reyna henni? Ég er mjög reyna henni. Ég veist hann geggjum. Geggjumynd. Ég veist hann geggjum. Sér koni Víveri í stuði, Holly Hunter stuði. Mér veist það geðveik mynd. Ég var alltaf hræddur við hann dúta hérna þegar ég var yngri. Ég var alltaf að horfa á þetta. Hvenær er þessi mynd? Það er ekki 95?
Já, það ekki, 95, 96. Þetta er 95. Því bylunu. Hvað er þetta? Bara aðalmorðingjan? Já, ég man alltaf eftir, og það var alltaf komið trailerar alltaf í sjónvarpinu. Þessi, mér minna þetta að vera aðalmorðingin Það með eitthvað svona ógæslegt bros En þú ert ekki að tala um Harry Connick Jr. sem var morðingin hann í byrjuninni? Það getur verið. Rauðhærður? Já, mun það. Sem henni í byrjunættinu og fer sér í fangelsi og er með svona byssu og hníf og er svona sem koni Vífur föst í eitthvað svona snöru á klósettinu og hann tekur vörðin og er svona spurinn eitthvað á ég að stinga hann, á ég að skjóta hann Þetta, ég sá þegar ég var krakki, ég sá í trailer náttúrulega sýnt í sjónvarpinu og þá kom hann minnum í þessum trailer með eitthvað bros og ég bara eitthvað, nei takk. Hvað finnst þú skilt segja þetta? Því ég minnir að ég hef séð með sama trailer og hann var alveg, mér minnir að trailerinn var pínu skeri. Já. Ég minn þegar hún kemur, ég er 12 ára ef hún er 95. Já. Ég sá hana, ég var kannski árið 13. Eða kannski árið 12 ára. En ég meina, þetta er samt skeri shit, þú veist, ég meina þó maður sé ægilegur kalla eitthvað hérna, þú veist, 12, 13, 14 ára, þá maður samt skítar eittur þetta. Já, þetta er gróf mynd. En mér varst bara saga svo cool. Þú ert með gæja sem er að herma, því hún er eitthvað copycat, er að herma eftir þessum frægu fjöldamorðingjum. Akkurat. Hann hermir eftir Bundy, Jeffrey Dahmer og þær að leysa þetta. Þú ert með Sigourney Weaver er einhver rithöfundur, eitthvað svona doktor, eitthvað. Holly Hunter er lögga. Já. Það er svona saminningur að finna út úr þessu og eitthvað. Mér finnst það geðveik mynd. Eins og 90's Magic. Það er bara þannig. Og þetta er bara besti áratugurinn. Finnst mér. Já, en erum við ekki bara að segja það því að þegar við erum að koma upp litli strákar, úlingar. Impressionable. Já, ég finn eins og Tarantino, hann segir 70s. Mér hann er fættur 60 okkar, þannig að þegar hann er úlingur, það er 70s myndir. Já, ég er nokkuð sem það er upp á áratugurinn hans, það er besti áratugurinn, 70s myndir. Já, nokkuðlega. Er það bara þannig? Antoni, er þetta ekki bara eitthvað nostalgía? Ég held samt ekki. Þetta var bara góð myndir. Já, en samt kannski einhver leiti er þetta líka einhver nostalgía, skilur. Einhver leiti. En samt, eins og segið, það var bara að vera að gera svo hluti sem þetta var svo mikið tilraunastar sem einhvern veginn. Þetta var líka, þú þurftir að fara, ok, ef þú ætlar að gera eitthvað tökum dæmi, The Getaway, þetta er henni, með Alec Baldwin og Kim Basinger. Ég man lítið eftir henni, ég sá hana samt. Ok, það er ekki að muna eitthvað eftir söguthrænum, en það er mynd sem ég ekki séð í mörg ár. Mér fannst alltaf skemmtileg, ekta svona 90s hasamynd. Já. Ég horfði á hana fyrir ekkert svo löngu síðan. Það ekki séð hana í mörg ár. Þetta er ekkert besta mynd sem ég séð. Hún er samt skemmtileg. 90s Magic í þessu eitthvað og hann er að hoppa í slow motion haglabyssu og skýtur út gaur og eitthvað. Ég myndi eiginlega ekki þetta mig. Þannig að það var næstu sem ég var að sjá hann í fyrst skipti. En mér finnst það samt skemmtileg. Já. Þannig að ég var í rauninni ekki með mikla nostalgíu tengingu við hana. Nei. Og ég hef líka hort á okkur 90s mynd sem ég hafði aldrei séð. Við kannski horfa hana bara 2021. En finnst þú ekki? Já. Ég meina ég horfa einum daginn, Striking Distance, Bruce Willis. Hafði ekki séð hana? Hafði ekki séð hana. Ég er nýbúin að horfa hana. Nei. Já, ég er nýbúin að Striking Distance. Ok, það verði aðeins að það er við þig. Því mér finnst þú geða skemmtileg. Mér finnst þú skemmtileg? Já. Ég er alveg mjög gaman að henni. Það er eitthvað svona morðingi og hann er einhver lögga sem var eitthvað rekinn og hann fyrir að vinna okkur svona báti og Sarah Jessica Parker er partnerinn hans. Þetta er svo mikið 90s mynd. Þú veist, ég veit ekki, þetta er svona, það er svo mikið fönn einhvern veginn í öllu. Þú veist, það er, þú veist, þetta átt að vera alvarlegt kannski, en þú veist, menn voru ekkert að taka sig eitthvað það alvarlega, skilur við. Nei. Maður fara aldrei einhvern veginn það eitthvað, já, sko, þetta er sko alvarleg mynd, sko. Nei, þú veist, þetta er bara... Þetta er líka á þessum tíma, þetta var óheflaði tími og það var allir reykjandi sígarettur og... eins og núna, ég er ekkert að segja það að ég sé að byggðum allir sér að reykja sígarettur, en mér finnst skrýta þess að John McClane ekki með sígarettur. Þú veist, ég var að taka eitthvað dæmi. Skrýta þess að John McClane var alltaf blóta? Ég er svo það. Þessi Striking Distance, það er bara annarkvæmst orðið fokk og þetta er bara alvöru mynd fyrir fullorðna, það sem ekkert að skafa þetta á löðunum. Já, líka það. Mynd fyrir fullorðna. Komum með fleiri myndir fyrir fullorðna. Af hverju þarf alltaf að vera PG svo að börnin, já, fóreldarnir geta að fara með börnin sín í myndina. Á myndina. Svo er líka annað í þessu. Það sem ég ætla líka að segja nú, því þú veist hann gett og eitthvað svona hasamyndir, Striking Distance, eitthvað svona Striking Distance.
það er bíll sem krassar. Já. Það er bíll sem krassar. Akkurat. Þetta er ekki gert í tölvu. Þegar hann er á bátnum, ég er okkur þegar hann verið á bát, á okkur á eða eitthvað, skilur hvað er að fara. Þeir þurft að taka þetta upp. Þetta er miklu áþreifanlegra. Heldur hann eitthvað svona Marvel-look. Þú skilur, ég meina... Já, það er svo þreytt, sko. Það er bara, eins og við tala um eitthvað 90s vibe, þetta er partur af því. Eða þegar menn eru skotnir, það er blóðpóki sem springur. Akkurat. Það var eitthvað magic í gangi. Ég held að þetta sé ekkert bara eitthvað nostalgídóttur, skilur. Ég held ekki. Það var eitthvað... Bara solid myndir. Já. Það sem menn voru líka bara, setja eitthvað búður í handritun og gera eitthvað. Þetta er bara svo striking distance. Mér finnst það bara þokkalasta handrit, þokkalasta saga. Spennandi, alveg áhugaverð. Já. Og 90s leg, ég elska bara... Heldur betur. Ég fara eitthvað svona löggudóð in the 90s, var svo skemmtilegt, maður. Erum við að fá svoleiðismyndir í dag? Eru einhverja löggumyndir í dag? Nei, ég held ekki. Hver er síðasta löggumynd sem þú vorður á? Sem var ekki eitthvað svona grín, ég er ekki að taka með eitthvað 21 Jump Street. Skilurðu? Örgulega svona, hvenær kom Copland út? 98? Það er 90s mynd. Já, ég held að það sé ángrín svona síðasta sem því ég sá hann í fyrst skipti þessu ári, sko. Það er ekki náttúrulega að hóra hana. Já, ok. En þessu útinn á Copland, þú var ekki séð hana? Nei. Hvernig fílaði hana? Ég fílaði hana. Já. Þú veist, maður alltaf bara ég man alltaf bara eftir þessu dótari, þú veist, Stallone orðinn feitur. Já, hann að leika svo mikið eitthvað. Já, þetta kom í, ég held mér að segja að þetta kom í DFF-ið eitthvað, sem hann las alltaf á sínum tíma. Hann er bætt á sig og eitthvað svona. Já, þú veist, það var að drulla yfir, hann er bara orðinn feitur og þetta er bara lélegur mynd og bla bla bla. Ok, tjekka á þessari mynd. Þú veist, einhverju 20 ára setna, skilurðu. Þetta er ekki að tala léleg mynd, sko. Mér finnst það ekki. Nei, þetta var alltaf meiri, svolítið síðan sá Copland, þetta var meiri svona dramamynd. Já. Þetta var ekki Stallone hasamynd. Nei, alls ekki. Það var meira svona, þetta er búið að tóna þetta allt niður. En ég horfði því við erum talað svona löggumyndir, ég horfði eina daginn aftur, ég er búin að sjá hana okkur sinni, frá 2001, með Denzel Washington og Ethan Hawke. Já, treinindi. En hún er 22 ára gömul. Já, sæl. Mér fannst alltaf eins og hún var svona nýleg löggumynd. Ekki vera að segja þetta. Það var bara að sé hvað en ég meina svo treinindi. Ég meina, erum við að gleyma einhverjum myndum? Einhver svona nýlegum löggumyndum? Nei. Ég man ekki til einu. Hvað er að koma? Jú, við fáum alltaf kannski það er ekki alveg það saman, við fáum eitthvað eins og The Wire er alltaf svona lögguð þætti. Já, það er ekki það sama. Ég meina, Law and Order er það í gangi, sko. Þú spúið bara gangi. Og þetta er svona það sem ég sitt á, eins og daginn, ég náttúrulega fór út hérna, þegar við ætlum að taka upp hérna síðast, þá var leiðin út. Já. Þetta er svona efni sem ég sitt á upp á hótelherbyggi. Law and Order? Já. Það er einhvern veginn bara, ég man ekki hvað stöðir, hún er bara endalaust að sína bara einhverja Law and Order þætti. Og þetta var líka svona fyrra þegar ég fór út og líka svona fyrir held ég 2 eða 3 ára þegar ég fór út. Hvort tækiru Law and Order þátt, eða 2, er þetta ekki 40 mínútur cirka? Jú. Hvort tækiru 2-3 þannig, eða solid 90s mynd? 90s myndina. Ég er þetta voða. Klárlega. Tækir bara einhverja striking distance bara frekar Law and Order. En það er eitthvað líka við leikan á þessu tíma. Þetta er bara eins og hún, striking distance. Þú ert alltaf með Willis. Þú ert með John Mahoney sem leikur í pappans. Þú ert með Dennis Farina. Þú ert með Tom Sizemore. Já. Svo ertu með einn leikar sem ég þykir mjög vænt Ég held í miður hans er látin sómaður. Brian James. Já. Leikana lögguna sem hataði Willis og alltaf drullið yfir hann. Hann var skemmtileg. Skemmtileg svo vondikall. Hann var líka í Tango and Cash. Já, akkurat, ég ætla að segja það. Það var svona einhverju það var svona mikið karakter í þessum leikurum. Já. Það var líka mynd sem heit Mom, hefur mannst þetta henni? Hvað svo var hann líka í? Mom. Já, það er svona fræg B-mynd. Héttum bara Mom? Já, hún heit bara Mom. Hvað myndi það? Okkur veit ég hvað myndi það? Ég held að mér minnum hann sé frá 91 eða eitthvað svoleiðis. Hún er... Hasamynd? Nei, þetta er B-mynd. Með Brian James? Jep. Mom? Já. Ég er ekki kveika. Hvað heit með Keaton? Það er ekki Mr. Mom? Ég hef ekki séð það. Ok. Mom. Ég verð... Ok, Mr. Mom. Ég mæni þetta Mr. Mom, Serial Mom.
Þetta er ekki hún. Já, nei, þetta er ekki hún. Mér varst hún skemmtileg. Vá, við erum bara eitthvað svona að reminisca 90s. En eins og 80s. Já. Marga myndir sem ég fíla það líka. Ég meina, það er líka góður áratugur. Það er skemmtilegt. Ég eins og segja, þú veist, sína stráknum mínum Beverly Hills Cop, hann elskaði það. Hver er besta? Þú ert væntanlega búin að sjá þær allar. Já, það er annarkvort, ég veit Það ekki. er 2, maður, Anthony, það er 2. Tony Scott, maður. Mér fannst, já, það er svo gaman 1 líka, en alltaf 3 og alltaf bara svona, þú veist, já. Mér finnst það samt ekki leiðilega. Hún er ekkert leið, hún er bara ekkert eins og hinar. Nei. Það vantaði, ég meina, Það vantaði Edge í hana. já, er ekki koma ný einhvern tímann næstunni? Herðu, ég held sér að byrja að taka hann upp. Já, þú veist, með bæði Taggart og hérna Já, Rosewood. Rosewood og Taggart, já. Það vantaði svolítið Taggart í 3. Já, það er nefnilega málið. Hann var Þeir eru svona, svo skemmtir svona 3, sko. já, þurfti líka að tóna niður Rosewood þetta. Þú veist, það þurfti að vera alltaf svona gæin á móti honum, skilur. Þeir voru svo góðir saman. Já, Shit, ég ætla ekki að gera Beverly Hills Cop það, ég elska þessa mynd. Ég elska Eddie Murphy, mér finnst hann ógeðslega skemmtilegur. já, Og Axel Foley er bara einn af mínum uppáhald svona 80s, 90s karakterum. Jakkin hans og rífandi kjaft. ég líka hann bara eitthvað svo, þú veist, alveg sam, eitthvað, já, svo lúsi eitthvað. Já, bara svalgaur. En þessi gæði, þú veist, hann var líka klár, eins og ég man að þetta er í númer 2. Þegar hann notar eitthvað tyggjó, eitthvað svona álpapir, svona tyggjó. Já. Þetta er í. Var það ekki þess að fingrafarið eða eitthvað? Nei, þess að komast inn. Þetta er að komast inn. Til þess að komast Fingraára var að sett hann, Lím. já, lím í eitthvað tappa Já. og loðið eitthvað búr og Þetta er svo geggja stöf, maður. þetta er skemmtilegt. Ha? Þetta er skemmtilegt. Þetta er, já, en, þú veist, en, Ég elska því. hann mest vanta gamalt. eitthvað svona í dag, eitthvað þetta edge. Það er ekkert. Nei, en Eða því miður. maður hefur þó allan á þessa myndir. Maður getur allan sínt stráknir sinni þetta. Þá veit Já, maður já, hvað maður er að koma, því að, þú veist, hann er ekkert eitthvað á fulli í þessu MCU-dóttir þú séu sem aldrei, skilur. En það er líka gott fyrir hans svona kvikmyndulegt uppeldi að þá er hann að kynnast, fyrir eitthvað ungur, þá er hann að kynnast þessum 90s myndum. Mm Að því ef þú hefði sínt, segjum að þú bara beðið með að sína allt þetta 90s og 80s dót, svo er hann allir núna 18 ára. Gegnum sýrður öllu ruslur sem er í gangi. Já, þá kannski er hann ekki alveg að grípa. Ég er ánægð með Antoni, þú koma sterkur inn, snemma, þetta er sama ég ætla að gera stráki minn. Já, já. Ég ætla að ala hann upp bara, hann verður með góð kvikmyndsmæð. Þá er hann það ungur, þá getur hann meðtekið þetta, hann er ekki eins og sig, gegn sýrður af eitthvað svona nýju dóti. Svo fyrir ég að pæla henni, þetta var hljóma kannski einkennilega, en ég fór að hugsa þetta var hljóma kannski þú veist, auðvitað hugsum við eitthvað, 90s eru bestar og eitthvað, svo þess að segja, Tarantino hugsa, 70s eru bestar. Og þetta er bara svona, þetta er pæling sem ég er búin að vera með. Af því ég held að margir séu sammálum að bíómyndir í dag eru kannski ekki alveg eins góðar að voru fyrir 20 árum. Ég held að það er bara þannig. Þú veist, jú, einn og einn titill og eitthvað, spennandi og eitthvað cool, Batman og eitthvað svona. En gæðin, ég segja, flesti saman gæðin hafa droppað. Það sem ég fór að pæla, ég fór að hugsa þetta sérstaklega þegar ég var að lesa eins og kommentum eftir Black Adam. Að því mér finnst það, og ég veit þetta er bara mín skoðun, við erum alveg sammála, mér finnst þetta var algjör ruslmynd. Já. Bara, gef mér frekar eitthvað að 90s mynd heldur en þetta rusl, en mér finnst það svo margi jákvæðar, audience score á Rotten Tomatoes fyrir Black Adam, mér meina að það verið eitthvað 89% eitthvað, þannig að mín pæling, þú ert með þessa nýju kynnslóð, sem er að alast upp við þetta, og þessi krakkar, þetta unga fólk, hugsa alltaf bara með sér, já, þetta eru bíómyndir. Akkurat. Þetta er gæðastandinn á bíómyndum, já, mér finnst þetta bara æðislegt. Þetta er geggja stöf. Þetta er geggja stöf, ég meina, er það fáli pæling að þessi kynnslóð í dag sé bara, hún er alast upp við þetta. Þú sagði sjálfur, strákur þinn, bara sýrður af okkur drastli. Þetta er mögulega fram að áhrif á næstum kynnslóð, ef við höldum að fara að dæla út einhverju svona drastli. Klárlega. Er ég gaga? Er ég gamaldags? Nei, út af því líka. Í dag einhvern veginn verðist vera. Þetta er komið út í svo mikið svona gilt tripping dótari.
fara þessa mynd, annars þetta svona og svona. Hvað meinar með því? Komum dæmi. Woman King, Já, gott dæmi. já. Ef þið farið ekki að þessa mynd, sagði hún hérna, hvað er þetta, Davidson? Viola Davis. Já. Það er því að- Ekki koma með eitthvað svona... Nei, hún sagði þetta sjálf. Hvað sá hún? Já, ég er ekki að segja að þú setja hún Nei, búið til ja, eitthvað. en hún sagði, ef þið farið ekki að þessa mynd, þá eru þið að segja við Hollywood að, Við viljum ekki konur aldrei ekki. já, og því síður svartarkonur. Það er svo boring þegar þið spila þessu spili. Jep. Myndið er ekki sem komin út þegar maður byrjaði þessu. Maður bara svona, ok, nei, veistu, nei. Ef þú ert að fara, þú veist, taka þetta. Þá ertu svo smá búin að missa mig. Af því að mér finnst Viola Davis frábæleikona. Já. Mér finnst það skemmtilega. Já, mjög góð. Woman King er svo trailer, ég til þetta, en eins og ég nefndi við Rocco Holm og Master Talaman, ég veit ekki hvort þú hlustar á þann þátt. Já, það er búin að hlusta. Þá veistu það sér frá sér, er það svona endaka. Það var eitt sem svona hjá mér, PG-13. Akkurat. Ef hún hefur verið arreddit, og ég hef heyrt af því að the Woman King, einhverja badass stríðskonur, höggu einhverja gaura með einhverjum sverðum og einhverju drasli, fuck me, ég væri búin að sjá hana. Akkurat. Það er frekar að, það er ekkert að bögga með þessu konur eða þessi svört kona. Mér gæti ekki verið meira saman með það. Það er bara góða sögu. Góða sögu, góða karaktera, gott aksjón. Já. Mér finnst svo leiðilegt þegar ég spila þessu spili. Elizabeth Banks gerði svolítið eftir Charlie's Angels. Þess að hún leikstýrinni Já. og það var einhvern veginn, mér finnst Man það eftir var því. okkur að kenna einhverjum kallmönum að við viljum ekki, allt í hún ekki sjá. Þetta er pínu leiðilegt. Í staðin fyrir að viðurkenna að hún gerði bara ruslmynd. Akkurat. Ég sá hann, sko. Já, ég sá hann ekki. Já. Ég laði ekki í það. Ég hef ekki séð. Þetta er ekki góð bíómynd. Nei. Og það er ekkert að það að gera þessu konur. Ég sé fullt af bíómyndum með konur sem frábærar. Þetta er bara léleg bíómynd. Ég meina, með konur sem er frábæra eins og hún hérna bara uppbóð sýrlismyndi. Það er sætt. Það Það er eiginlega bara konurinn. Já. Ég held að einn kalli sést í þínu eða eitthvað. Akkurat. Var ekki, hvað var það, löggan hennar? Nei, það var eiginmaðurinn í byrjumyndarinn. Já, já. Ég held að Jóhann segir eina setningu eða eitthvað. Já. Svo bara... Já, það var bara, what? Það var svakalegt atriðum maður. Sæt. Fólk sem ekki sé þess mynd veit ekki hvað hún tala með. Það er fucking gæð. Ég var bara, wow. Eða bara svo Kill Bill. Nákvæmlega. Voru margir að kvarti við því bara eitthvað. Mér finnst ömöld að Uma Thurman sé alveg ekki. Uma Thurman fucking badass í þessari mynd. Þetta er geðveik mynd, geðveik karakter, geðveik leikona. Það var enginn að kvarta. Nei. Engin. Þannig já, ég skil þig. Þetta er svolítið svona að þú settir kannski eitthvað svona flokk eða þú ferð ekki á þessa mynd eða þessa. Já, þú veist, ekki vera að koma með þetta. Þú veist, maður hlýtur að geta bara tekið ákvörðum sjálfur hvort maður vil hóra á myndinu ekki. Ef ég ákveð að hóra ekki á myndina, það er ekki út af því að þessi hérna í myndinu eða bla 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 skilur. Það er bara... Þið fannst þetta kannski bara ekkert áhugavert. Það er akkurat. En eins og í mínu tilviki, ég þurfti bara, ég veit þetta ljóma kannski fárlegt, en ef hann hefur aðrættið. Veistu það, ég hefði hent mér hann í bíó og hann hefur aðrættið, sko. Þá ertu komið, þú veist, allan eitthvað fyrir okkur sem viljum eitthvað aksjón. Já, og þú ert líka, eins og ég sagði við Röggu, sorry, ég er að frussa henni, eins og ég sagði við Röggu, ég veist þetta svo æstur í þessum þáttum. Ég sagði við Röggu, þetta er fólk að berjast með einhverjum eggvopnum, einhverjum bareflum. Það yrði ekki fallegt. Nei. Eins og ég nefndi Braveheart, Gladiator. Já. Braveheart, eins og í þeirri mynd, þú er væntanlega að sé hana. Þetta er ekki fallegt. Nei. Þetta er ógeðslegt og þetta er brútal og þetta er raunverulegra. Akkurat. Það er nefnilega málið. Það er eins og segir, þetta PG-dótari, þú veist, komið bara með, þú veist, ef þau eru með þetta, þið verðið þá bara hafa hann aðrítið. Ef það er að gera svona mynd. Já. En mér finnst það. Af því ég sagði þú Röggu, menn ég er ekki bara klift frá. Ég ætla að sjá Woman King, mér langar að sjá hana. Já. Og sérstaklega ljósið þess að mér langar að sjá hversu mikið þeir fóru með þetta PG-13 dót. Já. Hún var ekki að tala já, eru afhaugnir hausar og eitthvað. Já, kannski. Er það svo? En blóðlaust á. Akkurat. Skilur, ég seti fyrir mér. Já. Þú ert með eitthvað skot, kannski eitthvað kona sem heldur okkur um 3 hausum, en það er ekkert blóð, þú fer ekki að sjá að þú tekur hausun af. Nei. En þú veist, það er allan mitt svona, mín spá, varandi það, þeir eru ekkert að fara að sína eitthvað hardcore ofbeldi. Nei. Ekki bananir 12. Nei, ekki séns. En eitthvað aðrættið í dag. The Boys.
Já, þeir mega það, þeir taka sénsa. En það er sjónvarserja. Já, reyndar. Og En það er sann svo gott, sko. það er geggja stöf, hver upp á skartinu. Homelander. Ég verð að segja Homelander. Hann, þú veist, ég hataði Homelanderna fyrst, sko, en því meira sem að hann er svo komplex. Þetta er geðveikur karakter. Þú veist, hann veit ekki í hvort fótinn hann stíga og hann er svo fokkt þetta. Það er bara svo margt sem er svo fokkt þetta. Ég þurfti að tjekka á því að hann er komið það. Til þess að vera alveg 100% viss, því ég er með myndi. Í saman þau boys? Já, Herogasm þátturinn. Já. Þegar að... Í þrísunni? Já, þegar að tvíburarnir sem að hann, Soldier Boy, er eftir, þau eru að rífast. Já. Og hún ætlar að expósa, konu ætlar að expósa bróðu sín. Það er hver setur myndavélarnar ofan í klósettið og... Já. Þegar þú byggur að tala um þetta, ég hugsaði, af hverju nefndur þetta var fucking batshit crazy. Sér kemur Soldier Boy og þá bara upp á sjóvarfinnu, sérðu bara eitt stykki, titling, pung og raskat. Málega ég var bara að gleyma þessu þegar þú sagði þetta núna. Shit, hvað ég var líka bara, ég hló svo mikið og sér var ég bara fóruð þangað í alvörunni. Þeir verðast ekki að gera bara sem þeir sýnist. Þeim er fokk saman. Það er alls konar dót í þeim þáttu sem eru fucked up og fólk að gera fucked up hluti. Jep, það þurfti ekki að sína þetta raskat einu sinni, þau þurfti að sína þetta tvisa sinni. Þú veist. Það er fokkin stjörnun hana. En það sem er svo gafist að þetta er að þeir eru líka vel skrifaðir. Þetta er eins og út af komplex karakterar. Jep. Eins og Homelander. Hann er ekki bara psycho. Nei. Það er meira hann á bakvið. Já. Og sér náttúrulega með strákina, þú veist, hvernig hann er að verða líka. Þú veist, fór í það að vera bara einhvern algjör dvíp yfir í, þú veist, maður bara svona, ok, mér líst ekkert hvert þetta er að stefna. Og hvert er þetta að fara? Akkurat. Þú veist, ég hafa ekki að tala um, þú veist, mér líst ekkert á, þú veist, mér bara, þessi karakter, hann verður eitthvað fokkt að blíka. Já, það er alltaf sem þið er búin að berjast fyrir, það er bara hver er að fara alan upp. Því ef það er Homelander, þú vilt ekki hafa tvo svoleiðis. Skilur, þú vilt ekki hafa tvo Homelander. Nei. Eitthvað tvo psycho sem er svona öflugir. Og eins og bara með Soldier Boy, skilju, menn hann var bara algjört. Hvernig fílar hann? Ég fíla hann. Ég fíla hann í hann var svo mikið piece of shit, þessi maður. Og honum var svo drull saman allt. En ég elskaði líka, hann var svo mikið hrók í honum. Eins og hann mitt fyrir að, það var að drepa hann fyrir Homelander. Ok, ég skal gera. Akkurat. Það var ekkert að pæla ykkur. Þú veist hver Homelander er það? Þetta er bara svo, þú vart að drepa með Superman, ég skal gera. Akkurat. Og hann er fucking öflugur. Heldur betur. Þeir eru náttúrulega ekkert við hana. Hann gerir bara svona langað til að gera. Já. Shit, hvað er ekkert þessu serið 4 maður. Já. En ég vona samt að þeir fara ekki oflátt. Það var ég að tala um, ekki gera einhverja 8 seríur eða eitthvað. Nei. 5 max, myndi ég segja. Ég er svolítið að hugsa það líka. Kannski 5, mest 5 seríur og það sé bara gott run. Það sé alla góðar. Ef þeir eru alla góðar, þá er ég með spenntur og horfa eitthvað aftur á þetta. Bara frá byrjun. Akkurat. En ef það síðustu 2 var lélegar. Ekki svo mikið. Það var búið að eyða ekki svo mikið. Þú veist, hvað ætlum að fara að horfa fyrstu 3 seríunar og punktur? Já. Mér finnst það ekki eins spennandi. Nei. Hver er upp á seríðin? Bara eðver? Áttu eitthvað? Já, það eru, erfið með að velja, það eru 2. Ok. Sem að þú veist, það er bara því ég get alltaf sett þetta á, basically. En, nota bene, ég á eftir nokkra seríur sem þú þetta er að vera bara, what the fuck. Þú ert eftir Sopranos? Já, eftir Sopranos. Ég öfundaði. Og, það eru svona nokkur hluti sem ég, Breaking Bad. Já, nokkulega. Og Breaking Bad. Já, þetta 20 eftir. Happen. Þetta hafði allir sagt ég ætla þá ekki að fara að binsa þetta þegar ég tekið það þá tekið þetta bara svona hvað er róleitunum, njóta ok, hvað er það uppáldið? Þú átt ykkur 2 ég hef svo mikill X-Files maður já, alveg, þú ert X-Files maður og Seinfeld er eitthvað sem ég get alltaf sett á shit, hvað þeir eru góðum maður Dick Seinfeld allan daginn fram yfir Friends mér finnst það ekki eins og gefni. Nei. Ég horf á Friends þegar ég var úlingur. Mér finnst það ekki eitthvað skemmtilegt á. Svona 13 til 14 ára. En málega, já, ég vil ekkert kannski vera drulla yfir Friends. Friends á ef við fullt aðdándum. Já, já.
Ég sá alla seríunar. Ég gat alveg leið. Ég held ég að við séð alla líka. Já, skemmtlegi karakterar. En hver horfði ekki á þetta á fyrstu dögum hérna á Stöð 2 skil? Þetta var geggjaði tími. En fucking Seinfeld. Þeir líka bara, eftir sem ég eldist, Seinfeld er alltaf fyllt mér. Mér finnst þeir ennþá fyndnir. Já. Þó þessi eitthvað fucking heimskult laugh track og eitthvað í einhverju stúdíu, þetta er svo ekta svona 90 second dot. Já, en einhvern veginn, ég einhvern veginn einhvern veginn vegna tek ég minna eftir í Seinfeld, heldur en eins og til dæmis í Friends. Veit ekki okkur? Í samúlar. Þetta meikar ekkert sens í samúlar. Það er bara, það er eitthvað þetta sem... Það er sama lúk og allt og laugh track og tekið frá einhverja áhörundur og einhverju stúdíu. Ég veit ekki, þetta er bara skemmtilegi karakterar. Þetta er svo bara góði brandarar, maður. Shit, ég þarf að taka Seinfeld aftur. Ég keypti þetta alltaf DFD á sínum tíma, þetta kom út. Já, sama hér. Maður er búin að taka það, sama með X-Files. Búin að sjá allt? Já, örgulega þrisvar, ég held ég að þrisvar 4 sinum. Annarkvort er ég að fara að klára 4. og 5. skipti. Mér okkar taka svona stutt X-Files spjall, því ég hef ógeðslega mikið áhuga á X-Files, ég dýrkist að þætti. Já. Þeir mótuðu mig rosa mikið, bara minn smekk, að ég sá því á frekar ungur. Og sumar af þessu þáttum að bara virkilega hræða mig á sínum tíma. Já. Þeir voru skeri, margir, sérstaklega varst kannski ég var 10 ára í sátum fyrst, sko. Hver var ekki hræddur við ógeðslega kúka skrimsli hérna? Já, það tala við sér í 2. Já. Það var bara algjör viðbjör. Ógeðslegt. Bara lúkið á þessu og bara... Kjafturinn á þessu og bara málega sturtu atriði þegar hann búið býta gæjan. Já. Bara bitin í baki. Já. Og það er svona fyrir ykkur sem viti ekki hvað við tala um. Það er einu bara skrimsli sem er bara í Hollandsonum og eitthvað. Og hann býtur gæja sem var að vinna hana og sleppur nú síðan. Hann sleppur, hann deyr ekki strax. Fyrir læknis og það er með eitthvað svona óbræði munnunum ef maður rétt. Læknir skoðan eitthvað, já, þetta er svaka bitin, já, það verður alltaf leið með þig. Svo finnir sturtu sendu kvöldu, ef maður rétt. Og byrjar eitthvað svona hósta. Svo sést bara, það kemur svona eins og, þetta er svo ógæslegt, eins og okkur risa ormur, þú veist hvað ég er að tala um, úr kjaftinu á honum, lendur á sturtubotnunum og skrýður svona onni niðurfællið. Svo minnum að Gaurn hafi dáið stuttu seinna eða eitthvað. Þetta atriði. Það er bara host? Já, og þáttun heitir The Host líka. Já, ok. Þetta er brent bara í hausunum mér, þetta atriði. Þetta sá ég því að var fucking 11 ára, sko. Hann og hérna, sem fannst mér alltaf creepy karakterinn, sem náttúrulega var þessi Gaur sem bara ógeðslegur í in real life. Ég veit hvað þú tala um. Já, hvað djöðin hétt hann aftur? Leikarn heitir Doug Hutchinson. Já, og karakterinn hétt... Hann hétt ekki Eugene Toomes. Eugene Toomes, jú. Heitir hann ekki Eugene, frekar hann Eugene Toomes. Eugene Toomes. Minni það. Shit. Ógeðslegur. Gjöðveikur. Svona góðu karakter. Gjöðveikur karakter og geggi saga með hann. Og það komið 2 þættir með honum. Mér varst það gaman. Þeir ekki gera það stundum. Komið eitthvað standan og þátt. Svo kannski 10 þáttir seinna eða eitthvað. Þá kom svona sem í framhald. Já. Fuck, hvað ég elska ekki. Það voru, ég átti mjög erfitt, fyrst að Mulder datt sér út úr og hann kom í staðinn, hann hérna... Patrick? Já. Það voru svo nokkri góðu þætti þar. Já. Og maður bara fyrst að horfa á þetta, ég var að spáði að fara að hætta. Ég get ekki horta að vanta Mulder. Ég var svo málegur, ég elskaði, auðvitað var ég mikill Mulder-maður, en ég fucking elska Scully líka. Hún var góður karakter, Greinlega en hversu oft... Hatar konur, Antoni. Alls ekki. Já, djóki. Málið, setja þín á flokk. Akkurat. Hversu oft þarf manneski að sjá eitthvað til þess að trúa. Nei, þetta gerist já, ég er sammála því. Þetta gerist því. Ég er sammála því. Ég var náttúrulega líka skotin í henni, þannig ég leiði þess að slæta. En mér Gillian Anderson finnst mér frábær leikona og Dana Scully finnst mér frábær karakter. Ég skil hvort tala um. Þú er búin að lendi alveg bara, maður hugsaði með sér, hei Dana, þú er búin að, þetta er 7. sería. Fara að trúa ykkur. Nákvæmlega. Ég menna, það búið að ræna henni hérna, skilur, gera alls konar test á henni, hún man eftir þessu. Þú veist, en hún var samt smá, ég trú ekki kemurinn, ég trú ekki þetta. En þá verður ég að spyrja þig, ég spurði hann heitir Ágúst, skótið mín, hann er mikill exaskör. Og hann var að horfa á þetta
Eymar til dæra nýlega, þá var hann að horfa á þessu þætti bara í fyrsta skipti. Hann sá þetta ekki svona back in the day eins og við. Ok. Hvort fannst þér skemmtilega, eða finnst þér skemmtilega? Þú gæst skipta Exorcist í svona tvent. Mythology þættina sem var svona geimverudótið og þetta ongoing saga í sambandi við það, þess að innrás og eitthvað. En svo varstu líka með svona stand-on á þætti, eins og til dæmis með Eugene Toombs, fullt af öðrum þáttum, sem hún gæst bara hort á þann þátt, þá bara saga sem bara byrjun, miðja og endir og þurftir hún ekkert að sjá neitt meira. Hvort fílaði þú betur? Ég fílaði bæði, en mér fannst þessi stand-on, mér fannst það eru fleiri betri þættir þar. Sammála. Þú veist, bara svo nefndir í þættinum, Home. Mesti, þú veist, það er bara... Þáttur maður. Það er einn besti þáttur. Alveg klárlega. Kemist hann á top 10 hér yfir svona bestu Exorcist-þættina? Klárlega. Úst, ég held að það væri bara... Úst, svona moment í þessu Exorcist, það var það og þeirra Mulder... Þetta var þetta ekki serial killer eitthvað, þegar Mulder átt að sjá því að systir hans var drepin. Það þarf ekki að vera að leita henni lengur. Já, en var það samt ekki eitthvað svona, ef ég man rétt, var það ekki eitthvað svona fake out? Man átt að halda ekki, hún lendi bara eitthvað fjöldumörkja. Svo í lok þáttarins kom það ekki ljósa, nei, þetta er ennþá opið. Ég man það ekki alveg. Mér minnir að það hefði komið svar þar. Já, og það var svona closure. Ég man ekki með hvort að þátturinn hafi heitið closure. Closure, já, það getur þessi rétt sér. Það var trakkin undir með Moby-lag. Maður lag með Moby. Og hann var svo, segir eitthvað, I'm free. Það var búin að bara let it go, skilur. Getur hægt að leita þessu, sem kemur tilbaka. Það var bara svona, ég þarf ekki að svo mikið róf yfir honum eitthvað. Þetta er eitthvað sem hann búin að loka þetta dótari. Var þetta ekki alveg í 7. séri? Þetta var nefnilega 70 og 7. Þetta var mjög seint, sko. En er eitthvað svona þáttur sem dettur í hug? Exorcist þáttur? Sem þú hugsa með bara, vá, þetta var geggjað þáttur. Kannski svona vanmetið eins og Home, það tala allir um Home. Þetta er því að hann alltaf bara svona minnistæður Já, ég meina, gefðu þú þáttur, en er einhver annar þáttur svona, einhver standan á þáttur sem þið dettur svona strax í huga þessum hug sem var þetta cool þáttur maður? Ekki svo fljótu bragði. Eina sem að flög upp í hausum núna er bara örugglega lélegasti þátturinn sem er fast. Það virtual reality hann að first person shooter þáttur? Nei, hann var næstvesti. Nei, þetta þátturinn það sem að einhver vanskapaður dúti hérna er að syngja sér. Já, svartkvítið þátturinn. Við þykjum væntum hann. Hann var svo vondur. Já, fannst þér hann liður? Já, bara, Það var reyndilega eitthvað svona vafasamt, sérstaklega ef við myndum setja hann þátt í sjónvarp í dag, þá var mjög vafasamt það sem hann var að gera. Var hann ekki best bara nauðga konum? Jú. Setti lægið undir og var búin að setja... Gasaði eitthvað, svæfði þeirra eitthvað. Svo þetta sett upp einhver svona ævintýra af einhverjum fairy tale búning. Þetta er svo gali. Og þáttinn enda með þess að því að Scully og Mulder eru ekki að dansa og brosa og eitthvað. Gera svona freeze frame. Já, fórum með hann á sér tónleika. What the fuck is that? 90s maður. Tökum hann bara með okkur, skellum okkur á tónleika. 90s maður. Nákvæmlega, þetta basically, þú veist hvað sé mótó hérna úr... Já, einmitt, já. Ég ætla ekki að vera saman að það. Mér þóttu vænt það þátt. Þetta er sem first person shooter, þetta var náttúrulega ræðilegur, sko. Það var líka, það er svo mikið svona 90s, átt að vera svona futuristic dótari. Fucking glad. Allt 90s, eitthvað svona futuristic tech dót, fruta Matrix, drasl. Nákvæmlega. En ég hafði samt gaman að hackers. En þann dag í dag. Það eru svona 15 ár síðan. Horfðu hann aftur og heyrðu í mér. Er það? Þetta er ekki góð með. Hún er alltof cool. Eitthvað svona hackara sem eru gett söl. Já, reyndi, já. Ég er bara svo því að tala röggu The Net. Ég fyndi, ég horfði einmitt á hana bara. Já. Hvernig eldist þú? Jesús. Þetta er draslmynd. Hún er hræðileg. Þetta er svo mikið rusl. Þetta vantar allt 90s magic. Já, en það er líka, en 90s var svo fyndið. Þeir reyndu, og það er svo gaf þeim að hugsa sko, að ég ætla að gera með vinkonum minni, þá ætla ég að gera svona 90s erotíska thriller. Svona, já. Af því að 90s var fullur, þess að sá áratugur var fullur þannig myndu. Jep.
erotík, eitthvað morðingi, eitthvað nekt, kynlýsatri. Umurlegum kynlýsatrum. Umurlegum. Mér þykist eitthvað vænt þessar myndir. Basic Instinct, geggjumynd. Það er geggjumynd, maður. En er það ekki síðan bara er það ekki bara upptalið? Er það ekki bara eina mynd sem er eitthvað góð? En ég er svo spennt að Color of Night? Ég sá hann aldrei. Já, alveg. Með Willis. Ég horf hann bara þessu ári. Ég er ekkert að djóka með það. Ég er búin að vera 90s bindsæla allt árið. Shit, og hvað er á það tala? Er hún góð? Er hún skemmtileg? Ég hafði alveg gaman að. Já, ég sáttir hún skemmtileg. Já. Ég man bara, hún var mjög þekkt fyrir það, sérst í tippi á Bruce Willis. Akkurat. Og hún átti að vera bara eitthvað ekstra gróf. Og ég er náttúrulega ekstra gróf. Nei. Gaur, í dag fáum við, þú veist, þætti það sem við verðum að sína raskut. Og titlingar springa. Akkurat. Já, nákvæmlega, síðan átti að það maður, ég er bara að gleyma í fyrsta þættinum. Need the Boys. Ok, byrju, ég vil samt halda maður við hann að 90-stöndi. Þú veist, þú varst með það. Já. Eitthvað svona erotíska thriller. Það var alveg sérsta genre bara. Svo varstu líka með þessar tech-myndir. Það voru nokkrar. Eins og The Net, Hackers. Er ég ekki að gleyma ykkur? Það voru nokkrar sem kom út. Johnny Mnemonic. Shit, það er hræðileg mynd. Já. Ég reyndi að horfa aftur á hana fyrir kannski 5 árum. Ég gæti ekki klárað hana. Nei. Fucking drasslmynd. Það er ekki marga myndir sem ég bara, nei, ég get ekki, bara það sem ég actually hætti og oftast pýrið mig bara í gegn. Nei, ég fæ ekki þessa mínútu tilbaka ef ég gerir það. Nei, ég veit, ég er hún miklu harðar við að hætta að horfa myndir eða þetta drasl. Herðu, önnur mynd, tech-mynd sem ég man eftir, sem ég reyndi að vera góð. Strange Days. Já. Hún er good shit. Hún var skemmtileg. Ha? Ég man alltaf bara eftir, Skönka Nancy-læginu úr myndinni. Og það kom í trailer. Var það eitthvað sem sér samið? Ég held að það hafi sér samið fyrir þessa myndi, já. Byrju, voru þau... Nei. Voru þau að performa í myndinni? Já. Já, þau er í myndinni. Já, við minnum það. Ég vil að ég horfa aftur á hana, maður. Það var skemmtileg. Ég er komið svo mikið 90s feeling að tala við, maður. Mér finnst bara svo gaman að rifja upp þessu 90s myndir. Þetta er bara æskan mín, sko. Sama hér. Þetta er bara... Við erum bara alltaf á sama tíma. Þetta er bara svo skemmtilega myndir, maður. Þú veist... Líka, ég man eftir því að voru að tala í Batman-þættinu með Óla Björk og Mána minnum mig. Já. Þegar voru að tala Batman Returns. Já. Og tala skeri með náttúrulega þetta svarta blóð og þetta, í Penguin. Býtu nefa manni og eitthvað. Já, þetta sá, ég fór, hvenær kom hún út? 92. Ég fór hún í bíó. Þú hefði þá verið 8 ára. Þetta situr ennþá eftir í mér. Að hafa farið hérna. Út af því að, ég var búin að grafa þetta svo djúpt niðri og síðan voru að tala þetta atriði og ég bara eitthvað, að poppa eitthvað upp, ég bara, já! Þetta var bara svona repressed memory af þér. Já, ég var svo rættur í bíónu. Þetta er ógeðslegt. Mér fannst það skerið því, ég var 9 ára, ég er einu eldri þú. Já. Ég sá hann líka í bíó. Það var pælsandi, myndir sína, ertu kannski búin að sína stráknum þínum? Ekki Batman Returns, nei. Ertu búin að sína Batman 89? Nei. Ég er búin að sína honum í síndunum, hann fór með mér á The Batman. Eftir, ég er svona... þú síndur hún The Batman? Já, ég fór á hana fyrst, sjálfur, með félagum mínum, af vinnum mínum, og síðan... 3 tíma slow burn, eitthvað svona Adult 7/Zodiac Batman. Hann er búin að vera að biðja mig núna í mánuð að fá að horfa aftur á myndina. Hann sérst elskar hana? Hann elskar Batman. Ég gaf henni það Batman peysu hérna, þegar ég kom mynd var glæs, hann var bara, hann hoppaði hæðu sín. En þú ert ekki búin að sína 89? Nei. Og Returns? Akkur ekki? Ég er svona að vinna með aftur á bak, basically, með þetta. Það eru svona karaktera sem að hann alltaf þekkir, Joker, með honum hérna... Heath. Já. Er hann búin að sjá allan Nolan líka? Allan nema Batman, hann er búin að sjá, ekki allan nema fyrstu. Batman Begins? Já, hann er búin að sjá Dark Knight og Dark Knight Rises. Við horfum bara Dark Knight Rises bara hvort fyrir jólið eða eitthvað. Honum fannst það geggja. En hann, það finnum bara 9 ára? Já. Honum finnst það bara æðislega. Þetta er frekar langa myndir líka. Og situr hann bara og er bara sjokkin inn í þið. Jöp. Þú veist, hann er oftar, ef ég fer að detta út myndu, þá er ég farin að tegja mig í síman. Hann er að tjekka mig og því skilur, pappa aldrei ekki að horfa á þetta. Ákveður til símanum.
Þú ert alltaf ekki í síman, Antoni. Það kemur fyrir í sumum myndum. Sem þú hefur séð? Já, það er bara myndir sem ég séð. Ok, þannig að þú ert að sjá mynd í fyrsta skipti, þú ert ekki... Nei, ég er ekki síman þar. Nei. Ég myndi henda þér út. Sko. Þú veist, ef ég fyrir síman á mynd í dag, sem ég hef ekki séð, veist, þá er ég í að fara að slökka á henni. Já, slökka, já. Þú veist, annars, nei. Ég meni horfa á Glass Onion í gerð, næfsátt. Herðu, komdu með, ég hef ekki séð hana, þannig þú ert ekki spoilinni. Ég fílaði Knives Out. Já, ég fílaði hana nefnilega líka. Þú líka, Glass Onion, þetta er nú bara glæni mynd. Hvað er á að tala? Má ég eitthvað að stilla mína væntingar í niður í 0, eða? Nei, alls ekki. En ég er alltaf að fóra ekkert með þessa mynd, ég fór í þessa mynd ekki minna en að væntinga þannig. En þú fílaði Knives Out? Já. En þú veist, ég nefnilega, hvernig maður að segja þetta? Eins og var sagt í Devil's Rejects. I set my standard pretty low so I don't get disappointed. Ég meina, það er gott motto. En þú veist... Ég get það samt ekki alltaf. Nei, ég get það ekki alltaf, alls ekki. Ég meina, ég actually var spenntur fyrir Black Adam. Mér langaði að sjá þessa mynd. Ég var svona, ok, ég ætla að gefa, út af því að ég ætla að gefa henni sjans, ég ætla að reyna að koma mér inn í eitthvað sem ég get hugsanlega að vera með stráknum minn. Já, getur þú veist, en síðan bara, við vorum báðir bara. Já, ok. Og stíða fara að vera hérna bara, í bíónu. En Glass Onion er góð. Ég fíla hana. Betur en fyrsta? Komdu með það? Mér fannst fyrsta nú reyndar aðeins betri, en það er eitthvað þarna sem að, já, ég veit ekki, þú veist, það er... Þú varst ekkert svakalega hrifin, eða hvað? Minnstu ekkert hljóma... Að Glass Onion? Hvað er það, bara 7? Já, einhverju leiðis. Bara góð afþreying. En Knives Out? 8? Já, svona 7-5 myndi ég segja, hún aðeins. Já, ok, en samt svona þokkalega vel hefnuð. Já. Mér finnst þess að ég verða að horfa hana árunni líkur. Ég er gaman á svona mysteries. Já, svona whodunit. Já. Ertu búin að sjá See How They Run? Nei. Það er svona whodunit mynd sem kom út á þessari. Ok. Það er að koma svona aftur. Já. Svona murder mystery eitthvað. Já, hann er alltaf komið Poirot þarna. Já, einmitt. Tróð honum áttir í myndir? Já, hann er komið með 2, Kenneth Branagh. Hérna alltaf gera 3. Jú, það er ekki. Sástu Death on the Nile? Ég er búin að sjá það báðar og líka gömlu. En þessi nýja, að því ég var aðeins nefndaði í podcastunum, ég hef ekki séð hana, ég sá bara trailerinn. Það virkaði eins og þau aldrei fara með til skip, bara í stúdíói og... Já. Andstaðan við 90's dot. Já. Andstaðan við Striking Distance, Antoni. Þetta er svolítið svoleiðis, þú veist. Leiðilegt. Já, ég meina, þú veist, Triangle of Sadness, þið fórum borðið í bátar. Það er væntanlega tekið upp á sjó. Eða hvað? Einhverju leiti, út af því að ég er náttúrulega að fara að spá í þessu, ég er náttúrulega sjálfur á sjó, ég veit alveg hvernig bátur hafa sig, hvernig hlutir eiga að vera. Já. Það voru, svim atri, skipið hallaði í stjórborð, kartanir sem standa þá bynt á móti og það haggast ekki neinu hlutir og ekki neitt á borðanum. En samt er, ljósin og allt það, eru í takt við, en það var svo margir aðrir svona smá svona hlutir sem voru bara gáðið uppskilur, þannig að þú sá strax þetta var fake. Já. Þetta var ekki. En eins og þegar þú horfður á svona sjómyndir, þú vanar að vera út á sjó. Já. Mér finnst sjómyndir ógeðslega skemmtilegar. En samt að þetta skemmtilegar við sjó. Já, en það er kannski ástæðan fyrir að mér finnst það svo spennandi. Já, ég skil. Og margir eins og Jaws er eina af mínum uppáhaldsmyndum, bara of all time. Og hún gerir svolítið rosa mikið á sjó. Já. Svo er ein mynd sem var 90's mynd sem ég þykir ógeðslega væntum. Speed 2? Nei. Sér hvað, það er leiðileg mynd. Það styrst svo hana aftur. Fucking glötum. Ég ætla ekki að leggja hana, sko. Þú er ekki síðan hana? Nei, ég ætla ekki að leggja í hana aftur. Já, nei. Ég ætla bara, hún fær bara að vera in the 90's hjá mér. Hún er svo fucking leiðileg. Nei, það er Spear. Já. Það er Dustin Hoffman og það gerist neðansjá mikið á sjáar yfirborðinu, en elsk hana. Hún er einmitt á lista hjá mig núna sem á myndir sem ég ætla bara að tjekka á. Myndir. Það eru margir sem fíla hann ekki og eitthvað finnst hún hallast þig. Mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Hefur þú séð hana? Nei. Þú átt hann eftir? Já. Ok, ég ætla ekki að fara neitt út í sögutræðin, af því að mér finnst hún skemmtileg og spennandi og svona. En sjómyndir finnst mér geðveikar. Þegar þú horfir á þetta, eins og þú talar í Triangle of Sadness, spottar þetta strax.
Er það bara boring fyrir þér? Nei, sjálfur sér ekki. En sjómyndir, eins og Perfect Storm. Þeir léku sjómenn, er það ekki? Jú. Clooney var eitthvað skipstjóri og var ekki Wahlberg eitthvað sjómann. Þú sást hann ekki? Jú. Já. Það var, þú veist, hvað að tala um? Ég Hugsaðu með þér bara, ég nenni ekki að horfa á vinnunum mína. Það svolítið svo leiðis. Og veist, Er þetta bara eins og fyrir mig að horfa á okkur podcastmynd? Ég veist þetta að þau kannski ekki, ég er náttúrulega að vinna á fyrst í tógara, en þeir eru kannski ekki alveg í þeim business, en ég veit það ekki, þú veist, þetta er ekki, þetta er alveg svolítið svillingur, ég nenni alltaf að vera að horfa á. En eitthvað svona sjóævintýri, Jaws og okkur. Já, það er alltaf annað dæmi. Þú veist, þótt að gera þetta sjó, ég er ekkert eitthvað, alls ekki. Eins og Deep Blue Sea. Ég man svo lítið eftir henni. Þetta er svona myndir sem maður sá í ykkur amman. Hún er skemmtileg. Er það? Já, er það? Var ekki hákallin í henni ekki? Þú voru... Hann var eitthvað ægilega... Það var ekki einn, og nokkrir. Ok. Þeir voru svona genetically enhanced. Já, það var ekki eitt gáð. Það var ekki eitt gáð. Já. Ég er að segja það. Þetta er ógeðs... Er þetta góð mynd? Mér finnst það samt æði. LL Cool J leikur í. Hann leik nú í nokkrum myndum. Já, hann á lag, minnir mig í lokin. Mér minnir að hann hafi samið sérstaklega lag fyrir myndina. Það er eitthvað svona hákalla vers í laginu og ég get svo svara. Ég er kannski ímyndum, eða ég er kannski bara búið til. Mér minnir það. Hann leikur kokk. Það er samt 90s-legt. Það er rosalega 90s-legt. Eins og Will Smith, hann gerði Men in Black. Já. Wild West líka. Já, vá, ég hef ekki séð þá mynd bara í 100 ár. Það er svolítið svona guilty pleasure hjá mér. Aha. Já, þetta er ekki góð mynd. Var ekki kóngulá þar? Jú, eitthvað rísa, þetta var ræðir, þetta ekki Kevin Kline, þetta var ræðir. Það er dæmi, þetta er ekki góð mynd eins og sé, en ég get svona, það eru svona myndir sem eru, þú veist, mér finnst skemmtilegar, út af því það er basically gerðust á okkur skemmtulegum tíma í lífinu hjá mér. Já. Þú veist, ég var bara einhvern veginn þannig, ég meina, ein mynd sem að ég bara, þú veist, það er ekki svona guilty pleasure, mér finnst þetta bara skemmtileg mynd, period, en það er bara út af því að þetta eru myndir sem ég horfði mest á þegar ég var svona frá svona 7 ára upp í svona 11 ára. Gæti ég giska á hana? Heldur ég sé búin að sjá hana? Pottið, því að þú hefur margótt nefnt þessa mynd og þú er alltaf drilla yfir hana. Ok, bíti. Ok, þú sést það að verið hvað, 7-8 ára sást hana? Þetta er 80s mynd samt. Þetta er samt 80s mynd. Já, ég ætla að koma með strax. Hvað? Gremlins. Nei, ekki Gremlins. Er ég búin að drulla yfir þessa 80s mynd? Já. Hann er mjög spes leikstjórinn. Gerir spes myndir. Gerir spes myndir? Já. Hvað heit, ef þú segir mig leikstjórinn, fatt að þetta strax. Allir pottet, en hvað er með eitthvað aðra vísstúku? Þessi leikstjóri hefur gert eina af örugglega svona bestu hryllismyndum sem hann gerðar hafa verið. Þetta er John Carpenter. Er þetta Escape from New York? Nei. Bitu. Þetta er, þú sagðir 80s mynd? Ég held að sé fyrir 86 eða eitthvað með mig. Og ég drulla yfir hana? Já. Vá, ég er að blanka hérna. Þú hefur alltaf einhvern veginn bara svona skip og svona, já, þessi hérna mynd, en tölum ekkert meira það. Eftir Carpenter? Já. Restin af þættinu fyrir það að ég er eitthvað að fatta. Vistu það, ég klikkast að þú segir mig komið þér og ég verð bara, 86. Ég drulla yfir eitthvað Carpenter mynd frá 86. Kurt Russell leikur í henni? Já. A Big Trouble in Little China. Já. Já, þér finnst hún góð. Það er bara út að, hún tekur mig bara á þennan tíma. Já, ég skil þig. Frændi minn átti hann á spólu. Og ég var alltaf stelast inn í herbyggi þegar hann var að vinna til þess að horfa á þessa mynd. Loka alltaf náttúrulega eftir sér og þetta minnum við bara þá tíma. Ok, ég skil þar. Ég á alveg sumt svona sem ég tengjur svo mikið við mitt og kannski úlingur eða krakki. En eftir að ég myndi sjá þessa mynd í dag, skil ég fyrst á skipti. Hvað er langt sér síðan? Hvernig sást hann síðast? Er þetta mynd sem þú tekur reglulega? Örugglega svona einu sinni
myndi segja einu svona ári, 2 ára fresti. Ég mér að sínt stráknum mínum allan að tvisar, hann elskar þetta líka. Og þér finnst það komið? Þú veist... En það skemmtileg mynd? Mér finnst það skemmtilega. Hvað er skemmtilegt með það? Fyrir utan þess að æsku tengingu? Fyrir utan það, þá er ekkert mikið eftir. Það er bara það. Þannig að þetta er basically léleg mynd, en góð minning. Já, nákvæmlega. Það er svolítið svoleiðis. En kæmist hún, ef þú ættir að gera eitthvað svona lista yfir, já, bara svo top 10 lista. Kæmist hún á top 10? Hún væli bara, þetta verður honorable mention, bara út af þessu. Hún myndi aldrei komið í top 10. Hver er uppáðast leikstöri? Hlýtur að pælta eitthvað í því. Já, ég myndi eiginlega, finnst eiginlega Quentin Tarantino. Já, hver er besta myndunar? Pulp Fiction. Ég verður að segja Pulp Fiction. 90s maðurinn. Já, það fyrsta myndir sem ég sá, ég var ekkert með að sjá Reservoir Dogs. Nei, ég held náttúrulega ég hef séð fyrst Pulp Fiction líka. Ég sá Pulp Fiction, lungu árnett í raun og veru átt að sjá Pulp Fiction. Hvað varstu gammal? Ég held ég að vera kannski... Er hún ekki 94? Já. Jú. Ekki ástu 10 ára og sástana? Nei, ég hef verið svona... Hún er gróf. Ég hef verið svona 11-12. Shit. Ég var samt vel í 12 ára, sko. Eins og ég segi, maður átt alltaf einhverja frændur sem voru eldri, sem gáttu leikt þessar myndir. Manstu sást... Ok, manstu sást hann í fyrst skipti? Manstu bara hvernig þér leið? Af því ég man svo nokkuð þegar ég sá hann, ég var blown away. Mér fannst það alveg rugglingsleg, bara út af þessari tímalínu. Já, hvernig hún klift saman. Já. Í minningunum fannst maður ekki rugglingsleg. Mér fannst það bara svo geðvegg. Þegar maður er ekkert beint að pæla í því. Þannig 11-12 ára gamall eitthvað. Nei, þú veist, kannski fannst mér rugglingsleg, en svona í minningunum, þá man ég ekki eftir að mér á þóttu rugglingsleg. Mér fannst það bara svo geðvegg. En þetta er svona svo cool mynd, maður. Þegar ég var 12 ára, ég held mér að stólist í að taka hann upp úr, sem hann alltaf stelast í hann að taka þess að upp á vídeospólun, alltaf upp úr sjónvarpinu. Svo horfði maður þetta aftur. Shit, manst þetta er því, maður. Shit, mér er svo gaman að hitta svona aðra. Setja á longplay, hvort þú tróði fleiri myndir. Longplay! Nefna gæðir verst, maður. Já. Shit, en séðan líka, ég veit ekki, þessi tími ég væri svo til í að strákurum minn gæti upplifað þetta vídeolegur. Ok, ræðu það, því að er það ekki bara eitthvað sem að á það sem ekki bara heim í fortíðinu? Myndirðu nenn að vera að skila einhverju myndum í dag og... Ég myndi reyna að taka þér, en ég veit ekki alveg það að skila þér. Nei, menn, er þetta ekki... Það var svo mikið prósess eitthvað, þú veist. Það var gaman, maður. Og alltaf fletta, og alltaf inn í einn gömur, en þú fórst alltaf, þú vissir náttúrulega hvað nýja myndu ætlar að taka, þú fórst miklu lengur að velja gömlu myndu. Já, samfala. Þú var alltaf að fletta í gegnum allt rusleðina, skiluru, lyktininn inni var alltaf eitthvað ægilega funky hérna. Ó, þetta var svo geggjað tímum, maður. Það er svo gaman að rifja þetta upp, sérstaklega fólki sem ég hef ekki talað oft við áður. Shit, maður. Já, þetta... Ég fór bara, hausinn mér bara svo, fór bara aftur í tíman á mína hverfislegu. Já, og fannst lykt, þú finnur lyktina inni, skilur. Já, ég man bara klístur á gólfinu. Akkurat. Og ég búin að hella Mr. Coke eða eitthvað, skilur, og ég kjaftaði svo mikið við gæja sem var að vinna á vídeoleginni. Og hann var ofta að mæla með eitthvað dóti. Shit, hvað það gaman maður, fara heim, horfa okkur að gegja 90s mynd, svo tókstu séns á okkur gamalli sem var kannski líka good shit. Svo fyndi, ég hugsa oft, þegar sko, einhvern vegna þá tók ég oft, gamla myndir oft 80s mynd. Já, það er sama ég. Já, það var gegja. Það var mjög oft líka, þú veist, Van Damme, Seagal, Schwarzenegger, Stallone. Maður. Mjög oft svona, ef maður vildi fá bara svona pottjett, þá tók maður eitthvað að þessu. Ég ætla að grilla þess núna. Schwarzenegger. Hver er þínu upp á Schwarzenegger mynd? Þú mátt ekki hugsa svo lengi. Total Recall. Já! Total Recall. Já. Mér þykir ógeðslega vænt Total Recall. Ég elska þessa mynd. Það er svona valið eiginlega á milli, þú veist, mér fannst komið með nokkrar í röð hérna, Red Heat, Commando, til dæmis. Já. En svo ég hugsa Total Recall að það er fáraleg mynd. Ég veit það. Ég elska tvörmyndu, skiluru. Don't get me wrong. En það er ekki upp á Schwarzenegger myndi. Nei, þú veist, hún er svo, þetta er klárlega besta. T2?
Já, af Schwarzenegger. Já. Klárlega. Shit, hvað hann átti gott 90s tímabil. Svona True Lies. Já. Og eina hans vanmettustu myndum finnst mér vera, nú tókiska, 90s mynd. Ertu að tala með Last Action Hero? Og jú, ég múið að gleyma henni stundtíma. Nei, ekki hún, en hún svona geggjuð. Hún var skemmtileg. Önnur mynd, minnir þess að koma út 96. Í Racer? Í Racer. Ég var að horfa hana fyrir 2000. Hún geggjuð! Hún það! Ekki drullið verið hana. Nei, gaur. Með þessar railguns og þetta geggjuð. James Caan, vondigurinn. Það er komund. Þoldi ekki fucking James Caan, maður. Hann er svikari. Ég veit það. Og þú sér það bara á hún. Bara, þessi gaur, sko. Mér finnst í Racer oft gleymast. Já. Í Schwarzenegger umræðinni. Já. Ertu sammála því? Já, klárlega. Þetta er solid 90s hasamynd. Það var mynd sem ég ætla að fara að rifja aftur upp. Það er End of Days. Hún drasl. Ok. Hún er ekki góð. Mér var svo slöpp því saman því ég var úlingur. Svo reyndi ég aftur að horfa hana fyrir okkur árum. Ég man svo lítið ekki. Hann átti nokkra ömulega myndir. Það var End of Days og The Sixth Day, hérna það ekki? Jú. Eitthvað klónmyndin. Já. Það var fucking leðilega. Ég er svona búin að sjá hana svo oft, sko. Þetta er svona mynd sem ég sett á til að sopna yfir. Finnst þú góð? Það var sopna yfir? Já. Þetta kemst ekki nálægt í Racer. Nau. Og því séu True Lies, maður. Það var... Mér langar bara að horfa á allar þessar myndir núna, Antoni. Þessum er ég búin að vera að binsa þetta, þú veist, út af... Ég var basically eiginlega, kom tímabil sem ég var bara hættur að horfa á bíómyndir. Ég nefndi ekki. Bara yfir höfuð? Já. Þú veist, maður horfði kannski 1 til 2 á ári. En svo dast aftur í gýrin. Var það eftir að eignast stráki? Nei, eftir að voru að hlusta á bíóblaðir. Nei! Án gríns. Geggja maður, það gleði mig ógeðslega mikið. Út af ég var ekkert að spá þessum gömlu, ég vildi alltaf bara, þessi tímuli var eitthvað nýtt. Já. En síðan, varst þú alltaf að rífa upp eitthvað gamla, 80s, 90s eitthvað, já, þessi, ég er að tjekka þessar aftur. Og síðan ég bara eins og, byrja bara hægt og rólega, en á þessu ári bara fór ég bara eitthvað svona turbogýri að tjekka á þessu. Það er eitthvað sem að gleði mig mjög mikið að heyra. Ég hef fengið skilabóð frá með fólki, sem ég nefndi eitthvað svipað, bara, já, ég byrja aftur að horfa, ég var á svo kvimdóma, svo datt ég hans niður og datt hans út úr þessu og svo byrja að hlusta podcastið og gett mig heima bíó og gerði eitthvað svo cool og... Ég líka bara opnaði hans sig, Paul Thomas Anderson, sem dæmi. Opnaði augun fyrir Magnolia. Þetta er bara eina betri myndir sem ég bara séði fyrir ævina. En ég hefði aldrei verið tilbúið fyrir þessa mynd fyrir nokkrum ára, sko. Nei. Ég hef bara verið... Sama hér, ég er hún opnari og alls konar myndir sem ég hefði hatað fyrir einhverjum árum. Maður er bara fann að horfa á þetta öðru sí. Já, maður fann að velja svona einhvern veginn miklu mannlegri myndir heldur en bara einhverja byssur, hasar og sprengingar. Já. Þetta er líka, það dæmi er svo útþynnt, finnst mér, í dag, oft á tíðum. Það er einu, ég meina, John Wick, það er svona eina fáuskilu sem maður ekki býður eftir. Já, það er svo ógeðslega vel útfærð hasaradriði og Keanu Reeves sem menn sjarma, þetta er vel gert. Og ekki með þetta fucking, R-rated. Já, og ekki með þetta kött eins og kom í Jason Bourne myndunum. Nei, nákvæmlega. Þú fara að sjá hvað gerast í vikmyndunum. Jason Bourne var bara, hvað verið í gangi hérna? Svo helviti, svo slagsmáladrin í Transformer líka, þetta var svo svipað, skilur við. Það voru ömuleg. Klift í drasl. Ömuleg. Hvernig getur þú verið með eitt bardadri og það er klift 150 sinnum? Ok, ég er ekki búin að grilla þig. Ég er bara búin með Schwarzenegger. Ok. Besta Stallone-myndin, varstu búin að segja það? Nei. Eða svona þín uppáhalds. Mín uppáhalds? Þú búin Total Recall fyrir Schwarzenegger, sem mér finnst það æðislega pikk. Tango and Cash. Finnst þú svo skemmtileg? Hún er enda mjög skemmtileg. Það er bara, þetta eru svona skemmtilegustu myndir. Það er ekki alltaf besta, en bara þetta er svo skemmtilegt. Ég er búin að sjá þetta svo oft. Þannig ef þú þyrftir að velja Stallone-mynd, bara til þess að drepa tíman og hafa gaman, þá myndir þú velja Tango and Cash. Já, ég oft geta. Ok. Van Damme. Bloodsport. Er það? Já, hún er svo... Mér fannst, ég leik hann ekki hann líki Bloodsport og Kickboxer. Jú, það er samt annarkvort þú, það er örugglega þær myndir sem ég er búin að sjá oftast, Bloodsport og Kickboxer. En Bloodsport er bara svo... Ég held að vera bara eitt rétt svar við þessar spurningu. Van Damme? Hvað er Van Damme?
Time Cop, maður. Time Cop. Ha? Þú hlær? Hún er skemmtileg mynd. Don't get me wrong. Nei, ég held að frekar hann myndi ég velja hérna fyrir undan Time Cop, hann myndi ég velja hérna Universal Soldiers. Ég þarf að rifja hann upp. Válant sér sé hana, maður. Ég var að horfa hana bara í síðasta túr bara. Oh my Ég God, tók Van Damme myndir, Oh, allar myndina á þessu, nei, í fyrra, tók ég allar myndir frá mér minna Iron Eagle eitthvað, hafi verið fyrsta svona sem hann var með honum í aðaldur, hlutur ekki þannig. Iron Eagle? Já, það var einan sem var hræðileg, sko. Hvað var hann það með henni? Já, minna. Já. Heit allan eitthvað Eagle eitthvað, en allan að, nei, það var ekki fyrsta mynd, það var Bloodsport held ég að fyrsta, en allan að tók frá Bloodsport þá og þangað til 2001 minnum mig. Tókstu Maximum Risk? Já. Minna Tassi Henstrit? Já. Tókstu hana? Já. Ég reyndi að horfa aftur á hana fyrir einhverju síðan. Mér fannst það svo geggjuð. Fucking glöð mynd. Eða allar þessum myndum voru fucking rusl. The Quest. Tókstu hana? Já. Og rusl. Van Damme léki helviti lélegu stöffi. Manni fannst þetta alltaf eitthvað svo cool. Akkurat. Þegar maður var úlingur. Akkurat. Ég meiri þess að tók Street Fighter, já. En er það ekki guilty pleasure? Ég bara spyr. Ég hef ekki séð hann í mörg ár. Það er eini maður sem var actually eitthvað almennilega skemmtilegur, ekki ykkur út og kókaður Van Damme hennar, skilur var hann hérna... Hann var kókaður, ekki? Jú. Já. Þetta var ekkert eitthvað svona djókið þér. Hann var bara blastinu en alltaf tíman. Það var hann hérna... Hvað heitir hann sem að leiki í Adamsfjölskyldinni? Já, Raúl Julia. Raúl Julia. Raúl Julia. Ég vil segja Raúl. Herru, ég er að horfa nú Addams Family aftur. Gömlu? Já. Þetta er æðistu leikari. Já. Mér langar þess að kynna mér hann betur. Ég myndi bara eftir nú Addams Family og Street Fighter. Ég man ekki eftir nú einu öðru, sko. Hann var líka í Tequila Sunrise, sem ég horfði aftur. Kurt Russell með Mel Gibson og... Líka vondakaðan þar? Eitthvað dröggið? Já. Þetta er eitthvað svona ytterlega barón? Já. Já, mér rámar eitthvað í hann. Já. Hann mér finnst það skemmtilega leikari. Já. En það er svona síðan hann dó. Við erum með svona dáið bara in the 90s. Ég held að hann bara dáið ekkert löngu eftir. Street Fighter? Já, ég held með svona að hann hafi verið veikur þannig að gerði. Já. Það getur verið aðeins rétt, sko. Mér minnir það. Já. Flottu leikari. Já. En eins og með hana, ég meina Street Fighter, já, svona góð kannski. Nei. En Van Damme, ég meina, átt hann ekki eitthvað góða mynd? Góða mynd. Nei, enga svona. Þetta er allt bara svona skemmtilegt. Ok, ef þú tækir þessa action-gaura og tækir katalógið þeirra bara. Ok, segir bara eitthvað að þú tækir kannski 5-6 Schwarzenegger-myndir, 5-6 Stallone-myndir og eitthvað. Ég er ekki Van Damme lélust. Klárlega. Er það ekki? Ég myndi segja að fyrstu 4 myndina með Seagal, hvað var það? Above the Law er fyrsta myndin. Já, Nico hana. Out for Justice. Það er fucking ekki. Nákvæmlega. Og Hard to Kill er skemmtileg. Já, og Marked for Death. Þessar 4 eru allar betri heldur en allt sem að Van Damme gerir. Ég er sammála. Eitthvað grillaði samt. Besta Seagal-myndin. Eða þín uppáhalds. Out for Justice, klárlega. Shit, það er svo trillt mynd. Ég var að horfa á hana líka. Allt og ungur. Allt. Sér líka, þú veist, fóreldir manns tók upp eitthvað myndir upp á þessu spólu, skilur, úr sjónvarpi. Bara tjekka þessu. Nei, síðan fór þau í vinnun. Já, þú varst að stelast. Tók upp úr skólanum og þá fór maður að tjekka, það er alltaf að skrifa utan á hvað þetta væri. Já, ég var að tjekka á þessari. Ég var að horfa á Robocop, ég verið svona 9 ára gammal. Shit, það er góð mynd. En hún er ekki mynd fyrir 9 ára gammal. Ekki fyrir 9 ára? Ekki. Æ, hún er brútal, sko. Já. Svo fucking gæinn. Chemical Waste. Robocop keirir á hann og hann springur. Robocop 2, ég tala ekki það, þú veist, ég hef verið hvað, það hefur verið 90, jú, ég hef verið 9 ára, það er líka, 9 og 10. Það er ruslmynd, svo. Já, en ég horfði svo ofta á hana. 2? Já. Mér er svo mikil gæða mér og ég horfði á 1, 2 og 3, nefnilega fyrir ekkert svo löngu síðan. Náttúrulega með Verhoeven, náttúrulega nummer 1. Hann var ekki 2 á það. Hvað svo ertu með? Ekki Paul Verhoeven. Já, hann ger ekki 2. Nei, ég er með hann í nummer 1. Já, þar liggur munurinn. Algjörlega. Því að fyrsta er trill. Já. Ok, býtu, þú segir Out of Justice fyrir Seagal, Yep. Ekki Under Siege. Eða Under Siege 2 sem er fucking vanmetið masterpiece.
Hún er æðisleg. Þetta djókaði mér að... Nei, þegar ég segi æðisleg, þá er ég að tala sem glötumynd, skilur. Já, Hún er fucking hallarsleg, hún er svo skemmtileg. Gauður, hún var í lestinu, Já. Já, hann er skotin hérna aftan í, náttífin að flins, digg, og hann bara lappar áfram. Þetta er Steven Seagal. Þetta er fáralmynd, en hún er æðisleg. Ég mæli með að tjekka aftur henni, það er langt sér sást hana. Þú trúið mér ekki. Hvað er langt sér sást þú? Allan að 10 plussa. Ég er að segja það. Hún er skemmtileg. Fyrsti þátturinn minn, sem ég tók upp, sem ég gaf aldrei út, hét Steven Seagal. Þá var ég að fjalla Steven Seagal með þér. Visstu það? Nei, sagður þetta ekki í ykkur þættinum? Ég held að einhvern veginn minnst á þetta. Ég tók upp með bróðum minnum. Já. Fyrsti bíóblaðsþátturinn sem ég tók upp, topiki var Steven Seagal. Shit. Og ég ætla einhvern tímann upp á djóki, kannski gefi ekkert út einhverja klipp eða eitthvað úr þættinum. Já. En ég áður mér langar svo að gera einhvern tímann alvöru Steven Seagal þátt, af því þetta var ekkert góð þáttur. Nei. Af því að mér ég veit ekki fáiði og alls konar skítuðan bakgrunn og eitthvað. Já. En mér fannst hann rosalega skemmtilegur sem svona hasa leikari. Ég er alveg samanlega það. Því hann fokkaði gaurum upp. Allt öðru sem Schwarzenegger eða Stallone við. Akkurat. Hann er, já, með þetta keto-dóturið þetta. Já, brjóta hendur og eitthvað og... Ég líka, þú veist... Anybody see Richie? Já, það er ekki aðeins. Þú veist. Oh my god, eitt af mér uppáðast atriðum allra tímaður á púlstofuna það. Buffa með einhverjum kúlum. Hvað er þetta? Í einhverju... Biljarkúlur í... Var þetta ekki bara svo eitthvað handklæður? Jú, einhverjum að kjafta þig. Barði þetta heilan þetta með þessu. Þú veist, þú fokkar ekkert í Seagal. Nei, og hann er líka að leika eitthvað svona Italian-American og hann er með eitthvað svona Brooklyn reym. Þetta er svo fucking glata. Ég veit. En þetta er svo æðislegt. Þetta er... Og William Forster leikur vondakallinn, hann er bara skjótandi saklausa konur í einhvern bílum og þetta er svo, oh my god, þetta er svo fucking skemmtileg mynd. Já, ég er sammálaður að fyrstu 4 Seagal-myndar, þetta er allt betur en það sem Van Damme gerir. Já, hann var líka hattrið í Outward Justice sem hann alltaf, hann er eins og hann hafi ekki, hann stoppaði á vændiskorun. Já. Og hún segir eitthvað, wanna fuck? Og hann er bara eitthvað, you hear what she said? Og skerði í burtu einhvern hlægjandi, það var eins og það hafði ekki verið eitthvað planað. Það var ekki Seagal sem fekk boðið? Jú, hann var að keyra þetta framhjá þessi vændiskorun. Já. Og þú veist, þetta var svona svo, og væri bara svona, ha? Já, hann fór að hlæja og keyrir í burtu. Stoppaði sér hjá okkur minnum ykkur heimur og þessi gæja, did you hear what she said? Og sem bara held bara áfram. Það er svo leiðið, það vantar þessi gaurar voru svo mikið karakter, Schwarzenegger, Stallone, bara Reymundur Schwarzenegger, Mr. Olympia, eitthvað svaka gaur, Stallone, þetta dót, Bruce Willis, reykjandi síkart í öllum myndum, þunnur í öllum myndum, nákvæmlega. Seagal með eitthvað keto, oftast með eitthvað tagl, Van Damme að taka eitthvað split og eitthvað the muscles from Brussels. Hvar er þessi gaur í dag? Er ekki einn bara sem er að reyna að búa til? Ég bara líti ekki á hann sem þannig. Það er hann hérna... Hemsworth? Nei. Hann hérna Black Adam. Rock? The Rock. Að reyna að gera hann að ykkur og svona... Hann er ekki... Hann er ekki með hann að sjarma. Nei, þú setur hann ekkert hliðin á þessum gaur. Nei. Hann hefði mögulega getað farað ángað, en hann hefur bara engan áhuga. Hann vil frekar bara vera... Hann vil vera allra. Hann vil vera vinur allra. Já, einhver Disneymyndum, einhver algjörum rusl Disneymyndum. Eitthvað Jungle Cruise, eitthvað kjaftaði. Já. Þú ert ekkert með, þetta voru svo mikið, þessi gæja, það voru svo mikið karakterar. Já. Þeir byggu bara til þessar nútíma aksjónmyndir. Akkurat. Ég svo segi Bruce Willis, ég menna, Bruce Willis í hérna, hvað er þetta? The Last Boy Scout. Æðislegur. Já. Þú veist, hann var svo þreyttur á lífinu hennar, hann var svo þreyttur á öllu. Hver er besta dæmið? 1. Betur 3? Hvor er skemmtilegri? Mér finnst 3 aðeins skemmtilegri, en 1 er betri fyrst mér.
En þú fílar samt. Ég meina fyrstu 3 ára ekki það. Já. Sammála. Já, svona 2. Fílar ekki 2? 2 er svona allt í lagi. Rikki G sagði að 2 væri best. Já, ég er ekki saman á það. Bara enga veginn, sko. Ég vil sé einu maður á jörðinni sem segir að 2 sé betra en fyrsta. Galið. Þú veist, þetta er þessi... Þú veist, þetta er bara Die Hard trilogy, skilur. Hina myndir að koma ekkert. Hvað er næstu 5? Guð minn, almáttugur. Hvor er lélegri, Die Hard 5 eða Black Adam? Ég munur að kúkja og skýtu það. Þú verður að svara. Black Adam. Er hún verri? Já. Nei, fyrirgefðu, ég drýja tilbaka. Die Hard, ég actually bjóst við einhverju miklu meira af henni, því þetta er Bruce Willis. Þú veist, það var einhverja, þú veist, væntingarna voru actually, þú veist. Ég get sagt það fyrir mig. Það eru bara hræðilegar. Ég myndi frekar horfa aftur á Black Adam. Ég hata Die Hard 5. Ég hata hana. Þó að Black Adam sé rusl, þá gæti ég örgulega hort á hana að hleyja henni. Akkurat. En Die Hard 5 er bara svo ógeðslega leiðileg mynd. Hún er hræðileg, sko. Alveg. Hún er hræðileg. Og svo 4, þá ertu með John McClane, blótar ekki, reykir ekki sígarettur, búin að fucking skafa sér haus. Ég vil John McClane með hákollvik og þunnt hár. Já. Það er minn John McClane. Hann á bara að vera svona dirty, svona röff, einhvern veginn, þú veist. Í hlýraból. Alveg sama. Þú veist, hann er ekki ný seiðar neðskilu, hann er bara svona, hún er alveg sama. Þunnur, eins og í 3, hann er bara að taka ykkur verkir og alla myndina. Hann er bara... Hann er komið sér í gegnum daginn. Þess að þeir eru ná í hann. Þetta er svo geggja maður. Hann er aftan í löggubílnum bara, fucking hellaður, þunnur, bara eftir eitthvað djammana kvöldu áður. Akkurat. Þeir skella á hann einhverju löggumerki og þetta er svo gott maður. Þetta er svo geggja maður. Ég sakna þessa tíma alveg svakalega maður. Já. Bara sem ég var að rífa aftur upp Striking Distance, svolítið síðan ég hafði séð hana. Já. Ég hugsaði bara með mér. Það er myndið að búin. Djöfull, þetta er svo gaman. Jú, þetta er fullt af myndir sem eru betri en Striking Distance. Þetta er bara drullu skemmtileg mynd. Það vantar, þú veist, einhvern veginn í dag líka fyrst mér, þú veist, það vantar bara þess að, þú veist, bara svona milli, hvað maður segja, bara svona milli myndir, þú veist, bara svona myndir sem eru skemmtilegar, það er kannski ekkert bestu myndirnar. Og kostar ekki skriljón? Já. Mitt. Og þeir sem er, og þeir eru ekki svona að reyna að selja þér eitthvað, hei, sjáu þið hérna, við veitum þetta miklu hérna, þetta Andri. Nei, mitt. Þú veist, hvað er fyrir þetta með það? Já. Þú veist, er þetta bara framtíðin, eða, þú veist, hei, við veitum hérna, eins og hann hérna, hvað er þetta, klesti hérna, flugvélinni, Tenet. Já, Nolan. Hvað svipur á það? Tenet, sko. Þú veist ekki reyfin? Nei. Akkur. Þeim er bara sama. Þetta er alveg svo með þetta, hvað sagði þetta að veri? Justice Society. Justice Society, blakka það. Já, I didn't give a fuck. Hvað liðið er þetta? Akkur á mér ekki að vera sama. Það vantar persónusköpu. Allt, þú veist, þetta var bara, ég er að bara þakka fyrir, ég vinur mér allar að fara hann í bíó, en einhvern veginn þegar allar sem að fara hann, þá var ég leiðin út á sjó og ég er bara að þakka þess að fyrir það, síðan þegar ég sá hann á lóksins. Tjúvill leittist mér í bíó, maður. Mér leittist svo í bíó. Já, ég get trúið því, maður. Ég mun örugglega aldrei sjá smynda þér. Ég ætla ekki að gefa henni síðan, sko. Þetta er bara, eins og hann hefur gert marga góða myndir. Já, hann misti sig þarna aðeins í eitthvað svona rúki, eitthvað plottótt og eitthvað time travel dæmi og eitthvað. Því miður. Já. En kannski bætir hann upp fyrir hann með Oppenheimer, það er vonandi eitthvað svona character piece, frekar. Já. Það lítur að vera. Myndin heitir fucking Oppenheimer, hún heitir eftir karakternum. Akkurat. En það er alltaf önnur sem ég sagði við hérna, hún spurði mig þetta, sem ég er spenntara fyrir, að koma næsta ári. Dune. Já, herðu, ég setti á Instagram, það voru 4 myndir. Fincher-myndin sem ég er þetta mjög spenntur líka, við mættum ekki að sjá þetta úr henni, The Killer, Michael Fassbender sem einhvern leigumorðingju og eitthvað, þessi byggt á teiknimyndsögu, minni mig. Svo er þetta með Killers of the Flower Moon eftir Scorsese, Dune eftir Denis Villeneuve og Oppenheimer eftir Nolan. Flestir völdu Oppenheimer. Alltaf komið trailer, það er rosa mikið af Christopher Nolan fanboys. Hardcore. En ég vil bara sjá endina á Dune.
Hvernig hann allar Ég samanlega, mitt pick Dune af þessum 4, ef ég getur horta á hana bara á eftir, þá myndi ég hana Dune. En af hvernig þú vilja Dune? Svo ég sjá, ég hef séð, ég lesi fyrstu Dune-bókina, ég hef séð... Já, þú þekkir söguna? Já, ég hef séð þessa míniseríu sem var gefin út, en ég á þetta allt heima, og ég hef líka, hvað 84, sem hann var gerð. Já, Lindsmyndin? Já, ég ætla að horfa á hana. Ég líka að sé hana. Er hún drasl? Já, hún er ekkert sérstök, sko. Ég ætla að horfa á hana svo. Ég ætla að svona bera hana saman við Denis-myndina. Forðið. Já, ok. Ég býst ekkert við miklu. Nei. En ég veit ekki, þetta er bara svo, bara þessi saga og þetta dótari. Þetta er svo grand allt saman. Já. Þetta var, eins og var ekki ykkur sem talaði, það hefur eitthvað, allan, ég hef ekki fengið svona tilfinningu sem Lord of the Rings, svona grand scaling dótari. Já. En það líka, þetta var epist, nákvæmlega, epist. Það er ef við ekki sé þess að myndi bíó, bara guð með góðu, skilur. Þetta var bíómynd sem að þurfti að sjá í bíó. 100%. Nema þegar ég fór einmitt með vinnu minnum í bíó, guð minn góð. Á hana? Já, á hana. Fullur salur, þetta var bara tildulega nýbyrja að sína hana. Jésús, ég var að bilast inn í mér. Á vininum? Nei, á einhverjum vitleysingi sem var með einhverja konu með sér allt til að með það, en hann þurfti, og þetta voru einhverjum útlendingar, hann þurfti að vera að útskýra fyrir hana allan tíman. Hvað var að gerast í myndinni, og síðan loksins þegar það, maður tók eftir því að það hætti, því að hann var ekki það langt frá mér, hann kannski 3-4 sætum frá, þá ég ok, hann er loksins sættur. Ekki sofnaði hún? Nei, þá var hann sofandi og hraut líka svona hróttalega hátt. Hann var að gera mig geðveika. Akkur fóruð þið ekki bara? Nákvæmlega. Akkur eftir að mæti í bíó. Ég var svona að hugsa, er fólk bara svona, en það myndi ég eitthvað, sumstaðar úti, bladrar fólk í bíó. Bandaríkjumenn, ég fer í bíó, þegar ég fyrir Bandaríkjumenn, reyna að fara til í bíó, veistu mig hvað? Þeir tala meira, sko. Þú var alltaf bara að sé þessar klippur á YouTube, eins og í, eitthvað svona audience reaction. Já, Infinity, til dæmis. Infinity War. Já, þegar að smelli fingrum og allir trillast þarna. Reyndar eitt audience reaction, þannig að þegar Svarthöfði kom í Rogue One. Já, í ganginum. Já. Það er slátra leiðin. Shit, hvað var gott atriði samt maður. Wow! Ég var bara shit, já, takk. En ok, Dune, þú ertu spenntastu fyrir henn á næsta ári? Er einhver annar mynd? Ég meina Indiana Jones 5, spenntur henni? Nei! Þú mun bara hlægja. Þetta er auðvitað, þetta verður einhver, eins og við talaðum hérna, það verður pottet einhver de-aged, þú veist, var fólk í alveg ekki að horfa því Irishman og sá hvað það lítið út? Og hann leit út bara eins og... Sjötumaður? Já, eða þá maður sem var eitthvað mjög veikur, skilur, með svona rörnunarsjúkdóm. Með hvernig hann hreyfði sig, skilur. So sorry, en bara, þú veist. Hann virkaði mjög gamall í Irishman. Já. Svo reyna að sparki einhvern mannan þetta alveg. Það var það aðrið, þú veist. Mér finnst þetta alveg fínasta mynd. Mér langar að sjá það fyrir. En þetta aðrið, þú veist, ég átti mjög erfitt með þetta aðrið. Þegar hann að sparka? Já. Bara, En hvernig kann Scorsese ekki spotta þetta? Þessi reynslu mikli leikstjóri, búin að gera gæðastöf. Gæðastöf? Talandi 90s myndir. Það er ekki að tala Goodfellas. Ég er að tala Casino. Ertu meiri Casino? Ég er miklu meiri Casino. Eins og ég? Af hverju ertu meiri Casino maður, heldur en Goodfellas? Við erum í minnulutóp, held ég. Ég hef mikið spáð í þessu. Það er basically meira stakes, finnst mér, í Casino. Þú er basically með legitimate business, þú verður að halda að ganga þetta, þú mátt ekki fokka þér. Þú getur, þetta er bara, þetta er bara endalaus kú sem er að fara að gefa af sér. Þú veist, ef þú fokkar þess ekki upp. Það er alveg góð punktur, ég hugsa það. Og þú er bara sett. Já, þetta er bara þeirra dæl út pening. Já. Og eins og sé, legitimate. Í gegnum þetta að spila við því. En þeir fokka þessu upp. Eins og hann sagði. Hann Joe Pesci. We fucked it all up. Líka Joe Pesci var svo geðveikur í þessari mynd. Ertu sammál með þegar ég hef sagt að mér er Pesci betri í Casino?
klárlega. Hann var svo rugglaður í Casino. Þú veist, líka bara þessi ég er svolítið farið í það að vera að tjekka á karakterunum sem þetta eru byggt á. Já, því sem menn voru til. Ég veit það. Þú veist, ég meina, nafnum minn Antoni Spilotro var basically, þú veist, karakteri sem hann Pesci var að leika. Þetta var bara einhver batshit crazy guy. Sem hann leik í Casino. Já. Það var basically bara svona, skilur. Hann var alveg psycho í Casino. Nema þeir bræðinni voru vist ekki drepnir í, úst, í eyðimörkunni með baseballkilu. Jöt, var það fucking hart aðrið. Já, þeir voru teknir vist í ykkurum, allan samkvæmt netinu, í ykkurum kjallara. Það var eitthvað baseballkilu notaðar. Þeir voru bara lamdir til döða. Bara ber fyrst. Þú ert að koma eitthvað svo ógíslegt út. Voru þeir bara landið döða bara með nefn? Jöp. En þeir fundust samt síðan á einhverjum akri. Í einhverju shallow grave. Úff. En það aldrei í Casino. Málega þetta er líka vinur þeirra sem svíkur þá. Það er alltaf þannig í mafíunni. Já, en hann dreif bróðan sér frama. Já. Og í maður. Mér finnst þetta rosalega erfitt. Mér hefur alltaf þótt rosalega erfitt aðri. Já. Já, klárlega. Þetta er svo brútal maður. Líka bara, hvernig þú sérð, þú veist, blóðið þetta spýtast þetta úr húnum, Pesci Úr hausnum á honum. Já, og líka þegar hann fær, sérst, þegar hann er barinn, hvort það var að bróðinu sem var barinn í hausinu og kemur bara út úr munnunum á honum. Þú heyri bara, þú veist, þessa dingi Þetta er svo fucking ógist aðrið, maður. Ég veit, já. Þetta er alveg stöf, sko. En eins og segja, það er ástæð fyrir því að svona stæðsta, þegar mér finnst því að þetta er svo mikið steik. Þú ert basically komin inn á legitimate business sem getur verið að skimma af toppnum. Ef þú nærið að halda þessu gangandi, þá ertu bara set for life, basically. Já, þetta er áherslu, nefnir þetta svona. Þú ert alltaf komin í, sko, þetta er svona higher level. Þetta er rosa mikið street í Goodfellas. Já. Þetta er að segja, meiri stakes, það er meiri húfi, meiri peningar, miklu meiri ábyrgð á eins og De Niro-kartinum, það er rekið á, hann var alltaf sjúklega klár. Mér hefði líka bara, ég meina, hún er örugglega næst í, hvað er þessi, 2:40 eða eitthvað, hún er frekar löng, Casino, mér hefði rúli í gegn svona. Ég meina, ég byrja á henni, já, ég ætla aðeins að tjekka á nokkrum atriðum. Horfa hann að það? Alla. Hún bara búin að við sagði, ég bara, já, sæll. Það eru nokkra myndir sem ég get bara, það er bara rúli í gegn og Casino er eina af þeim. Ég get ekki hægt að horfa á hana. Mér finnst öll atriðin geðveik, eins og þegar með, það er með svona köku, eitthvað svona muffin. Það var jafn mörg ber í öllu muffins. Gaurinn í alvörunni sem þessi karakter byggður ekki gera það. Hann let gera þetta. Equal amount of blueberries in each muffin. Við minnum þess að gaurinn, kokkunni segir eitthvað, do you know how long that's gonna take? Og þú veist, líka lífið, bara allir lífsvillin, hann bara hvarf úr augunum á honum. Og De Niro segir, I don't care, just do it. En þessi gæi, hann var bara algjör anall þegar að koma bara svona fanatískum, bara svona smáadrið sem hann vildi hafa. Þannig að þetta blueberry dót er satt. Já. Ég var að horfa bara YouTube-vídeó bara fyrir nokkur dögum sem var að tala hluti sem actually voru trú. Það er crazy. Það var mér líka að nefna, þú veist, með hennar sjónvarsþátt sem hann var með og allt þetta dótir. Því hann var með sjónvarsþátt í alvörunni. Svo, hvað er eftirminnistatriði úr Casino? Eftirminnilegasta? Kannski baseball-atriði. Eða áttu eitthvað uppáhalds? Já. Hvað er það? Þú veist örugglega hvað þetta er. Hvað er atriði? Nei. Er það þeirra með hamarinn? Nei. Það er svona gott atriði. Já, það er gott atriði. Er það þeirra Pesci hótar gæjan? Bankamönnum? Já. Nei. Þú komst með það í spurningakefniðinu einhvern tíma. Komst með það monolog þetta? Nei, hann er Hötti á með það. Hann sagði þetta? Já, mér minna það, Hötti var gestur og hann tók eitthvað, og ég man ekki hvað það var, hann tók heldur monologið úr. Já, þú áttur að koma heldur með eitthvað upp á setning eða eitthvað og hann kom bara með eitthvað fucking monolog Casino. Hvað er upp á setning til Casino? We put his head in a fucking vice. Já. Það var brutal shit.
hvernig var þetta, þú veist, for 3 days eitthvað, beat him up. Og hann segir mér svolítið, we even stuck ice picks in his balls. Yep. Fucking hard! Þú veist, þetta Þetta bara... er ógislegt maður. Af því það var eitthvað svaka nagli sem var að ræna eitthvað svona, ég held að hann skotið eitthvað sem hann tengdu mafíunni eða eitthvað. Skaut upp eitthvað bar hérna Já. sem hann var tengdu. En mér minnir að þetta dótari, hann hafi sett hann haus í væs, þetta sé actually eitthvað sem hafi gerst í alvörunni. Ég trúi því. Sem þessi spilótrugæði gerði síðan. Því hann var þetta geðugur. En var þá sagan, þú er greinlega búin að kynna þetta, ég hef ekki kynnt mér þetta nóg vel, var þá saganunni, var þessi gaur þá í Vegas? Bara eins og Pesci karakterinn? Nei, þessi gæði sem er sett í hausinn í væsinu? Nei, sérst Pesci karakterinn. Já, þeir voru vinnir. Sem sagt, alveg karakterinn. Þeir voru báðir í Vegas. Já. Ok, þannig það er alveg satt. Sem sagt, vinnurinn sem að drepur hann og bróður hans, sem sagt félagi Pesci, man ekki hvað þessi leikari heitir. Frank Vincent. Já, Frank Vincent, já, akkurat. Geggjaði mafjósuleikari. Ekkert smá, geðveikur, en sem sagt sá karakter í alvörunni hét hérna Frank Colotta og það eru vídeo með honum, hann er dáinn í dag það eru vídeo með honum á YouTube og hann var meira sem með túra hérna Vegas þar sem hann var að segja hvernig þeir voru að gera í alvörunni, með þetta hole in the wall gang og allt þetta dótari. Þetta var alltaf þetta var krúas, Pesci, og þessi Frank Colotta var einhver hérna svona ráðgjafi á setti. Þeir gerði, hann var á lífið þegar Casino gerð og hann hjálpaði til eitthvað svona technical advisor eða eitthvað. Já, bara, með svona authenticity og svona stóttareldi. Shit, mér langar að horfa á það Casino. Alltaf ég tala um svona 90s, sérstaklega svona 90s myndir. Þetta er svo geggja stöf. Já, það kom svo góð, ég meina, ég var að horfa á einu í gær bara. Ég var að horfa á, Hvað mynd það? Horfa á, Menace to Society. Fucking geggjum maður. En einn sem ég finnst ennþá betri, horfði ég bara ekkert fyrir svo lungu síðan. Það var Boys in the Hood. Hann lengri sín sá hana. Og veist... Mér fannst Menace alltaf betri, er það rugl í mér? Mér var svona svo töff. Það var miklu meira svona... Þú veist, það var náttúrulega bara varstu með bara straight up gangsters, skilur. Þeir voru bara gangbangi hana. Hétt hann ekki O-Dog? Jú, O-Dog. O-Dog, sem var hans teitleik. Jó, What you say about my mama? Já. Það var hann. Það var bara... En hinn held ég... Veist, ég það er ekki meiri mynd eða eitthvað? Já, þú svona... Hún var svo mikið að sína heiminum, Amerikunum, hvernig hlutinu væru í gettóinu. Skilur við? Já, Boys in the Hood. Já. Hún var að sína hvernig lífið var hérna. Þetta er að rifja hann upp. Var ekki fullt af flottum leikarum henni? Var ekki Cuba Gooding Jr.? Jú, hann Lawrence Fishburne. Jú, Lawrence Fishburne. Og hún sér ekki Strange Days, svarta hana? Angela Bassett. Og... Ekki var hún í henni, Jada. Nei, hún var í Menace to Society. Já, ég ruggla. Hún var í Menace to Society. Já, hún átti unga stráki. Hún átti lítinn strák og það. Já, jú. Og hún byrjar eitthvað gæinn sem er ekki bestileikari í heimi. Sem leikir henni aðal karakterinn í Menace to Society. Hann var ekki góður leikari. Vá, hvað var liður leikari maður? Shit, eins og O-Dog var góður Lawrence Tate. Þá var hinn bara... Hann var svo út á túnni eitthvað oft á tíðum. Já, ekki góður. Ég man ekki hvað hann heitir leikarinn. Ég held hann var hægt að leika. Já, það. Mér minnið það. Hann var ekkert sástan í einhverjum mörgum myndum. Nei. Ég man bara eftir hann í Menace to Society. Nei, já, rétt ég. En Lawrence Tate, ég menna, hann fór alveg, hann átti alveg feril. Dead Presidents, sástu hana? Já. Geðvig mynd. Hún er geggjum. Shit, maður. Það er hann. Já. Hann fekk Hughes-bræður gera hana líka. Já. Eins og Menace to Society. Og hann fekk þá í rauninu vera alveg. Já. Hún er geggjum. Var ekki Hughes líka eitthvað viðriðin? Nei, John Singleton. Hann gerir Boys in the Hood. Ice Cube var líka einu? Já, alveg rétt, Ice Cube. Hann var svona gangstergaur. Já, jú, hann var einu svona, það voru tveir sem átti að vera einhverju svona, þú veist, ekki, frá því voru krakkar svona troublemakers sem fóru í fangelsi, sem komin út á það var hann bara fullblón gangster, skilur. Djöfull er að rifja hann upp, maður. En þú manst pottet eftir atriðinu þegar bróður hans er skotin.
Nei, ekki nóg. Ég held ég hef ekki séð Boys in the Hood í 20 ára eða eitthvað. Þetta er svo, þessi gæi var með pínulítið hlutverk í svona mynd, en þetta er svo íkonist atriði, hann með rauða derm og snýrin aftur að baka með litla tvíhleyp og svona. En þetta var hann ekki eitthvað svona nördi? Nei, ég er rögla. Nei. Bróðirinn? Já. Nei, hann var amerísku fótbolta og átti að vera að fá, hann átti að vera svona gæi sem myndi meika það. Já, einmitt. Já, hann var drepinn. Já, en þessi gaur sem að leikur sem sagt gæin sem skauta hann, gerðist síðan bara gangbangir í alvörunni. Nei. Jú, endaði sín í fangelsi og var drepinn þar. Jesus, þú er með svaka sögur. Lék hann eitthvað í fleiri myndum? Já, hann lék í einhverjum fleiri, ég held að hann lék í einhverju annar Singleton. Hann endaði með því að, hann og Singleton voru einhverju vinir. Þessi gaur kom ekkert eitthvað from the hood, hann var bara, John Singleton kom ekki basically from the hood. Þannig þeir voru einhverju vinir úr einhverjum skóla og hann býður þessum gæja að vera með í myndinu og eitthvað og síðan var hann bara síðan var svo mynd bara, ég held að þetta hafi bara eitthvað stíunum til höfur síðan alltaf vissu að hver hann var það svo bara klæpa maður síðan var bara hann var, ég held að hann hefði verið blödsega minnum nei, þó bara alveg gengi já, no joke enda sinni í fangelsi því að hann var, ég held að hann hefði verið búin að drepa 2 eða eitthvað og hafa búin að vera laus í einhvern next tíma áður en þeir ekki náðu hann. Jesus. Og var þessi hann drepinn í fangilsi? Já. Jöp. Shit, maður. En hann var orðinn bara eitthvað sem frægð fyrir það að leika eitthvað pínlítið hlutverk og skjóta eitthvað eitt gæja og búið stígunum það mikið til höfuðs að ég held að John Singleton, mér minna að vera eitthvað þannig að John Singleton einhver annar riðaði í einhverja mynd og síðan lendi, það var hann svo leiðilegur settinu að þeir bara hendu honum. Bara burt með, hann var orðinn bara dick. Já, breytist bara eitthvað svona rókgekk, eitthvað merki gerti. Gerði ekki Singleton líka Higher Learning? Manstu þetta henni? Jú. Jú, mér minna að Singleton hafa gert hann líka. Var það ekki eitthvað svona skóla, ghetto, eitthvað svona hútmynd? Já, bara lið sem var að bara fara í college mynd. Það var það bara svona skólamynd. Já, og vera að sína sem sagt, þú ert með white supremacist, þú ert með svarta liði, síðan einhverja nörda og Var ekki Michael Rappaport í? Jú, hann var hvað maður segja? Hann eitthvað psycho? Já, hann var bara í byrjun á myndinu var hann bara aðeins sem var hann að fitt inn en einhvern veginn, þú veist, hann var bara einhvern veginn svona in the middle, skilu, hann var ekki nóg mikið, hann var ekki þessi nördi hann var ekki þessi white supremacist en það var endanum bara varðan út af því að minnir að þeir hafa aðalekarinn í myndinni hvað líka aldrei ekki Higher Learning? Ég set andlit alveg bara fyrir mér, bara man ekki hvað hann heitir. Í hvað mynd var Nei, Omar Epps. Var Omar Epps í alveg? Já. Vá, ég hef örgulega ekki kveikt, sko. Jú, mér minni að það var Omar Epps. En það var ekki alveg svona leikara hópur, það var svona ensemble. Með Ice Cube að það aftur, með Busta Rhymes með þessu. Busta Rhymes! Og síðan annar leikari sem svona leiðtóinn í þessu nýnarsista grúpunni hann, ég veit ekki hvað hann heitir en ég hef séð hann alveg í þó nokkru myndu hann er mjög góð leikari sko. Manstu það eftir hann í ykkur annar? Það var ekki, ég spottaði ykkur myndu daginn, ég bara man ekki hvaða mynda var þetta var mental note en síðan bara Higher Learning en sem sagt, já, þessi já, sem alltaf enda með því á Omar Epps, ég man ekki hvort hann lamið Michael Rappaport eða eitthvað og þá fór hann í sem sagt joinaði gengið hjá nýnanstuna Tyra Banks leikur í? Já, akkurat Er það nú Cole Hauser, getur það verið? Hvað heit hann myndinni? Er það nú þennan? Já, getur verið Þetta er gauðs í fíla, hann heitir Scott Moss hann var ekki svona þykkur hann var betur svona á sig í myndinni Það fullt að leikum minni, shit, ég þarf að rifja þessu upp maður Þetta var ágætis mynd sko Það er kannski ekkert spes Þetta er alveg fínast áþrenning en mér fyrst hún ekkert komast á við Manchester Society eða Boys in the Hood Nei, sérstaklega ekki Boys in the Hood út af því ég setti mig ég fór að hugsa hvernig tók fólk þessu
á þeim tíma sem þessi mynd að koma út. Þetta bara reality, þetta raunveruleiki sem við erum að búið við. Ég meina, var þetta ekki líka, því ég var að tjekka núna Boys and the Hood, hún 91, hún early 90s. Jöp. Ég meina, með henni svo 93. Já, Boys and the Hood undan. Já. Það fyrsta svona... NWA, það, rappljónstin, hún ekki stofnuð late 80s? Jú, það var ekki 88, 89. Já. Minni það. Já, minni það líka. Þá var það þátti svaka grúpa og hvað þeir voru að þóra að segja og hvað fuck the police og eitthvað svona. Jöp. Svo ekki Boys and the Hood, ég meina, eins og þú segir, hvernig þau verið þegar hún kom út, hún hlýtur á vaki alveg gríðarlega athygli og... Já, náttúrulega þessum tíma, fólk vissi ekkert hvað verið í gangi nema að koma í sjónvarpinu. Það bara, það varst ekkert með interneti eða YouTube eða, einhverja livestream, einhverju dótari. En ég þegar ég sá þessa myndir, mér fannst það góð, ég man betur eftir mér sem þú sagði, ég sá hana tölvöld oftar. Já. Þráttur í léla leikar hana, það fannst mér svo geggi, bara shit, hvað myndi þetta? Þetta var ekki Goodfellas, þetta var ekki Casino, þetta var öðruvísi svona gangster, eitthvað svona hútmynd og þetta er svo fjarri manni við á Íslandi, það er ekkert svona menning, skiluru. Ég man að mér fannst það bara, wow, hvað er þetta? Ég meira þess að amma mín og pappi mín og systir mín búið í Miami, Bandaríkjunum, og við stundum að reyna, hefur reynd að pumpa mér með eitthvað svona, hvernig voru hlutinni hérna og hún hefur alltaf skautað yfir þetta einhvern veginn, þú vilja ekkert ræða þessa hlut. Býtur, hvað hafa búið lengi í Miami? Voru það in the 80s? Já, ég náttúrulega, hvað ger ég þegar þessi Cocaine Cowboys á sínum tíma? Sér fer ég út og ég náttúrulega bara náttúrulega bara með spurningalista skilur, bara var þetta svona. Ég þetta bara vilt að vestrið. Ég veit það. En einhvern veginn bara, amma, hún bara, það bara skautað yfir þetta allt sem, nei, mann og getur þessu svona. Það er bara svona, ok, þú hlýtur að muna eftir einhverju. Ég meina, byggður ekki rauninni bara Miami? Með fucking... Miami Skyline, þetta er bara Cocaine Skyline. Þú stöld þessi hálflóisi, skilur. Ég meina, rétt eins og mafían byggður rauninni bara Las Vegas. New York líka maður. Þú gerðir ekki neitt í New York, nema mafían, þeir náttúrulega áttu allt þetta union-dótari. Já, algjörlega. Og þeir stjórnum bara, ok, þessi allar ekki að borga okkur. Þú ert ekki að fara með sement hérna, það sem hann þarf í byggingunum sína. Bara, chillaði bara. Crazy. Yep. Svo voru dópsalðið voru að byggðu bara Miami. Okkur kókainbeiningum? Eins og Cocaine Cowboys. Fucking trillt saga. Þetta er örugglega eina betri bara svona heimildamyndi sem ég sé. Bara hvernig þeir segja frá. Í sammála. Mér varst hún ógeð skemmtileg. Þeir gerðu þetta nummer 2 líka. Jú. Var eitthvað var hérna? Já, sama, það var náttúrulega sama, það var bara konin í fangelsi. Já, hvað heit hún? Griselda Blanco? Fucking gæsó. The Black Widow. Hún var ekki að joke. Nei, þú vildir ekki fokki henni. Hardcore morðingi maður. Hún bara drefti hana. En það er ekki rétt munið af mér? Jú. Já, ég menna þessi Rivi, aðal, sem sagt, morðingin hennar, sem var í myndinni, sem að, þannig að tala fólk. Já, alveg það viðtal við hann. Já. Má ég þarf að horfa aftur á hana. Tala að skjóta fólk eins og sé bara, þess að fá sér morgumat, skilu. Fucking crazy. Já, við skjótum hana hérna, Svo bara með vélbur sem bara út á götu og... Já, eins og segir, þetta var bara vilt að vestri þetta. Eins og mafían, eins og New York, þeir voru oftast ekki svona, kannski. Nei. En þeir náttúrulega hafðu, þeir voru kannski ekki með þessar velbyssur. Skilu, þeir voru ekki bara... Kannski svona eitthvað í 1920s, Chicago, Capone og eitthvað. Já, en ekki 80s, 70s held ég. Nei, þessi dópsala, þessu Miami, menna, þeir svifust einskis maður. Þeir maður skýt sama. Þeir bara, þú skuldar eitthvað pening, gerir eitthvað, þá ertu bara farin, kallið minn. En Miami, ég hef farið til Orlando. Já. Og ég hef keyrt til Miami, ég bara keyrt hana þessi í gegn, ég hef ekkert stoppað hana. Þetta er svona drull töff borg, finnst mér. Ekki? Ef þú sér þá partaborginni, ég hef líka sér hinna partana. Eitthvað svona slum. Já, það er ekkert svo töff. Við erum að tala miðbærin er bara hérna, þarf ekki að keyra nema 10-15 mínútur, þá ertu bara komin bara... Ok, ég fór ekki þanga. Nei. Ég fór bara komst. En ég er að tala þetta er basically bara eins og... Gæjar að lifta bara ströndinu og eitthvað. Hvað fórst þú þangað?
Mér minnir að sé það, kert hann fræðum bara, þetta er geggja maður, einhverja gælu líka bara eitthvað á... Já, þetta svo, þú getur fengið þá myndaðarsari af þessu dótari, skilju. Já, ég fór náttúrulega ekkert, ég fór ekkert að grandskoða eitthvað slömm og... Nei, náttúrulega, pabbi ekkert ríkastu maðurinn eitthvað hérna, hann bjóði ekkert einhverju svakalegu körfið hérna, sko. Nei. Þú veist. En bara aðeins mínu upplöfun, þessi stutta upplöfun, ég var ekkert eins og, ég hef ekki gist þarna, ég hef ekkert eitt neinum tíma þarna. Nei. Mér finnst það pínu töff. Ég alveg sammálaðir. Mér finnst líka ennþá meira töff að hugsa til þess, þú veist, þú getur tekið svona bátsferð. Já. Kringum til dæmis hvað heitir hún? Já, Star Island. Já. Star Island sem sagt, mannstættir þegar Scarface, þegar Tony Montana kemur út og að horfa svona yfir og sér svona hús, hvítt hús. Kemur út, hvað mennur? Kemur út bak við hjá sér þegar hann orðinn, þú veist, þá var hann orðinn þessi og hún að gifta sig í Scarface og orðinn svona, þú veist, þetta númer sem hann var síðan orðinn. Síðan lítur hann eitthvað upp og sér hann hvað heitir þetta, svona loftfar. The world is not enough, eitthvað. The world is yours. The world is yours. The world is not enough. Bondmyndin. Þá world is yours. Já, hann sér það. Já, þau atriði, þetta hús á þessari eyju. Húsi úr Scarface. Bakliðin á þessu húsi. Síðan ekki með fronturinn, þar sem hún sér í Scarface til aðtir leigumorginni, það vartum alltaf mjög hjút stæmi. Það allt annað hús. Bakliðin var í Miami, hitt húsið var bara, þú veist... Bara í LA eða eitthvað? Já, þú veist, einhverju allt eru fylki, sko. Já, það? Já. En þess að bakliðin sem í Miami, er það á þessu Star Island? Já, það á þessu Star Island. Og það er svo gaman að taka, þú veist, að vera að taka þessa bátsferð og vera, þú veist, krúsar í kringum og sér alltaf öll húsin og þú veist, og þetta allt bara, þú veist, megaríkt lið sem á heima hana, skilur. En er Scarface eitthvað nefnt þá? Já, þetta hús, þetta húsi sem ég sá í Scarface-myndinni. Það er alveg tekið fram, sko. Já, þetta er partur af túrnumýrinu að þú fara að sjá henni Tony Montana húsi. Já. Og það var enda kvöldi cool. Já, mér fannst á, síðan líka þú veist, þegar þú farið tilbaka, þá sérðu náttúrulega, og þegar annars tók maður þessa túra, þú veist, svona, ekki að kvöldi, en þú veist, svona, fyrir ekki að seinta deginum, þegar það var svona rétt áður að fara að rökkva. Þannig að þú veist, að fara tilbaka, þá var að fara að rökkva. Þá náttúrulega sérðu bara ljósin og allt þetta skyline hérna, skilur, og þetta spáið, þú veist, ímyndaðir, kókain peningana, fjöllin sem að fór í þetta, skilur, að borga fyrir þetta alls saman. Það var einhverjum 80s maður, þetta var crazy tími. Ég meina, business úr spúminn þarna, allstaðar, annarstaðar, var hérna, fólk í einhverju sála. Kreppa. Já, algjör kreppa, nema þarna. Nóa peningum Miami. Það var alltaf til Rolls Roycear og allar þessar sportbílar til að selja. Alveg rétt. Það var bara ekki til að því að það var svo mikil peningar af það. Akkurat, það var búið að kaupa þetta allt. Shit maður. Og hvað sagði, ammaði tala ekkert um það? Nei, þess að spyrir maður út í hennan tíma. Hún vil ekki, nei, ég man ekki eftir þessu svona. Er það? En hún bjóð hana? Hún bjóð hana, hún er bara búið hana örugglega í 40-50 ár. Já, ég meina, hún er hort að fréttir og þetta er væntanlega fjallað um þetta þessum tíma. Eða hvað? Ég meina, var bara að loka á þetta og... Hún vill ekki, hún er Hún veit ekki tala um þetta? Hún er svona örugglega trúasta manneskjan sem ég þekki. Og hún reynir að lifa eftir því. Þú veist, en ekki svona eins og... Hún er í alvöru trúið. Já. Þetta er ekki bara... Nei. Hún segist ekki bara að trúið. Nei, og fer síðan frá, og heldur fram hjá makaninum og bla bla bla, skilur. Þetta er ekki svoleiðis. Hún er bara hardcore. Já. Þetta er ekki þessi frontur. Eins og maður sér, það er það sem ég þoldi ekki við Bandaríkin. Þú veist, þetta er svo mikill frontur hérna. Hey, how you doing? Og síðan, þú veist, ég margótt fer í kirkjuna. Þegar, þú veist, það er bara, ef ég fer út, þú ert að fara að koma með okkur allan, þú veist, að ég er segjum ég sé 3 helgarana, skilu, þá er ég allan að fara að koma einu sinni 2 í kirkju með. Helst 2. Því að þau eru sikkur í kirkjunni, svo stamma mín og pabbi. Pabbi er mér ykkur svona svona, hvað maður að segja, og það er verið að tala tungum hérna. Fólk er að fleygja sér í jörðina, bara eins og var í Don't Be a Menace. Skilur þú? Það lítur að pína áhugavert. Áhugavert? Ert þú mjög trúar? Nei. Ég trú alveg á gott og vilt allt það. Og það er eitthvað æðra, en ekki þessi... Þú ert ekki að fara í kirkjurinn heima til dæmis? Nei. Þetta hefur bóttur áhugavert, sjá það. Já, bara hvert, þetta er bara basically eins og í bíómyndur.
og amma er meira svona old traditional með kórinn og þú veist, allir gömlu konunar, þú veist, með þarna blævængin skiluru, halleluja og allt þetta dótari. Shit, ég var til að upplifa þetta. Það er gaman að upplifa þetta. Það er ekki gaman að fara í kirkju úti því það er ekki kirkjur í Íslandi og fyrir kirkju, það er alltaf svo að fara í jarðarför. Skilur, þetta er allt svo, þú veist, þetta núti, þetta er svo uplifting. Já, maður er eins og hérna heima, maður er bara alltaf að sofna. Þetta er alveg hræðilegt, þú veist, maður er bara... Það miklu maður að virðist vera allavega samkvæmt bíómyndum, það er eina viðmið sem ég hef, það virðist vera svo mikið líf og þú ert að segja að það er þannig. Það er þannig. Það er aðeins meira fjör einhvern veginn. Þetta er alveg galið dótari. Þú veist, þegar maður sér, þetta er svo mikið culture shock þegar maður fyrir að sjá þetta í fyrsta skipti. Svo maður er bara, hvað er allt í lagi með þetta? Hefur þið ferðast mikið Bandaríkin? Nei, ekki tannig. Ég hef nokkur sem farið til Georgi. Hvernig er það? Sem sagt, fjölskylda mín út í Bandaríkjunum er frá einhverjum algjörum smábæ þarna. Og þegar þú ert að keyra þarna, það er einmitt bara annars svona bíómyndadæmi. Þú ert að keyra þarna og það er bara fólk í ruggustólum fyrir utan heimili sitt, skilur. Þú ert með eitt ruggustólinn, sem kemur útihurinn og annar ruggustól og þau sitja hann að sikkur megin og eru bara að horfa umfyrirna bara fram alveg eins og bíómyndum. Þetta var svolítið Þetta var alveg gali dæmi, sko. Ég var bara, já, sæl, hvað er þetta? Það er samt eitthvað gaf þetta. Já, þetta er svona smábæjar dótari. Maður er búin að alast upp við allar þessar bandarísku bíómyndir og það er eitthvað sem gerist í bandarísku smábæ og eitthvað. Ég er alveg sökka fyrir svoleiðis. Eitthvað svona smábæri í Bandaríkjunum og helst ekki á korti og eitthvað bla bla, þess, mér finnst það allt mjög spennandi. En ég hef aldrei upplifað það, ég bara farið til svona einhverjum stórborgir. Já, en það er eins og Miami, þetta er alveg rúslega gaman að vera hana. Ég segi það ekki. Ég meina, þú veist, Scarface gerir þarna. Geggjumynd. Já, Dexter. Já, nákvæmlega. Það gerist það Miami. Það gaf þeim alveg sérstakt svona, sérstaklega áferð, bara að þetta gerist í Miami, fannst mér. En var ekki eitthvað, það var ekkert af þessu tekið upp í Miami, var þetta ekki allt tekið í LA? Jaha! Ég ekki starf að lasi það minnum mig. Nei, ekki eðilega þetta fyrir mér. Kannski voru eitthvað svona útiskot tekið í Miami. Já, þetta hafi verið eitthvað svoleiðis. Veistu það, ég verða að googla þetta, að ég verð brjálar að tekið upp í LA. Við minnum það. Talað þú hérna, á meðan ég er að... Where was Dexter filmed? En sér líka, þú veist, var þetta LA? Ekki? Takk fyrir eðilega. Þetta kom mér svo óvart nefnilega, ég var bara, hæ? Og þetta þið náðu einhvern veginn. Þið náðu að blada mig. Þið náðu svo svakalega að blada mig. Þetta tekið upp eitthvað Long Beach, California, eitthvað bla bla og LA eitthvað. Ég meina... Mér finnst það svo leiðilegt, mér fannst það vera svo mikið svona eitthvað Miami feelingu. Já. Ég meina, Miami's in the... Ég hefði, þú veist, maður hugsa, já, Miami's in the 80s. Nei, ég hefði ekki viljað vera þarna. Bara nei, takk. Í 80s? Já. Glimti? Þú veist, eins og segir, vilda versti. Þú veist, þú mannst þetta hérna í hérna Coke & Cowboys, þú veist, að tala að einn alltaf að koma inn og, þú veist, þá varaði sem sagt, einn gæinn varaði vinsinn við að það kom ekki aksjón eftir smá hérna, ég verið því myndi ég fara og þá var akkurat 2 gæjar sem að sátu með þessu vinnan sem að voru gæinn sem þau ætlaði að drepa. Þau ætla bara að spyrja allt borðið. Það voru 5 eða 6 manns. Spyrjum bara allt borðið, það náðum þessum 2 allavega. Það er crazy. Og við erum bara, já, sæl. Ég hef ekki verið til að vera þarna. Ég meina, svo kannski að labba bara einhverja verslun eða eitthvað og kannski bara, sorry, þú lentir bara í einhverju, vera að reyna að skjóta einhverja gæja eða svo tala þess að sögu. Akkurat. Þetta er galið. Eða bara eins og í New York líka bara í gána dag. Ég held að það bara 80s líka, eins og Times Square og svona. Þetta var vist bara... Já. Þeir tóku svo mikið til hana, sko. Og Central Park. Já, bara stór hættilegt. Sjönsinn ég vil að vera hana. Þetta minnir mér svo Central Park. Ég held að þessi ennþá bara í dag. Þeir leggja held í löggubílum bara við alla ingangarnir svona kvöldin og svona. Já, það var þannig allan þegar ég var síðast. Ég fær nokkuð svona til New York. Já. Ég var ekkert að fara röldan í Central Park og... Nei. Átt að skjóta með þar eða stinga með það, þú veist. Okkur eru að tala um eitthvað svona fucked up dót. Herru, klukkan að vera 11. Já, sæll.
Við erum bara að blaða, þetta liður svo satt maður. Já, heldur betur. Hérna, fyrir maður að slá botnin í þetta, Já. Anthony. Þetta er búið að vera ógeðslega gaman. Helviti gaman. Þannig að, í lokin, Mm. það væri bara double checka. Þú talar Dune part 2. Og þessi þáttur kemur út núna í janúar. Við erum svo takit upp núna í lók desember. Já. 2023. Verður þetta gott bíór? Ég held að. John Wick 4. Loksins. Spenntur. Ég er mjög spenntur. Barbie. Ég er til Ekki spenntur en ég. Nei, ég er alveg til að sjá hana. Ég er búin að sjá einhverja myndir. Ég eins og ég svo ekki að trailan eins og ég sé náttúrulega bara myndir á netinu skilur úr þessu. Já, ég var alveg til að sjá Gosling hana. Margot Robbie, Gosling, þau eru ekkert að leiki hverju sem er. Nei. Mér finnst þú hún áhugaverð. Ég meina Gosling bara svo marga bíómyndir sem er góð með hana sko. Flottur leikari. Já. Dune, Mission Impossible spenntur henni. Mission Impossible. Númer hvað, 8? Ég held að það sé nummer 7. Sástu ekki núna daginn að Tom Cruise var að gera sko fáralegt stönd fyrir þessu mynd? Var það á flugvélinni? Nei, hann var ekki flugvélinni, hann var á mótorhjóli, Já. eða einhvern krossar það eitthvað. Þeir smíðu eitthvað svaka ramp upp okkur fjalli í Noregi og þeir þetta flytið allt með þyrlum, svaka rampur og hann fer á mótorhjóli, skrú sjálfur, keyrir fram af, basically base jumper, sleppir hjólinu í miðjum lofti bara og er í freefall í eitthvað tíma, opnar sér fallíf. Gerði það 6 sinnum samtæði. Ertu ekki að djóka? Þú veist, gænir ruggla. Þessi, hann hlýtur að fara að drepast Ég held það. bara við eitt af þessu stönd, skilur. Ég held það. Því miður, þetta er svakalt sem þessu gaur er að gera maður. Ég mælu að tjekka þessu, þetta er 9 mínútna YouTube-vídeó af þessu. Þetta er crazy að sjá þetta, sko. En ég hef eina góða sögu hérna í lokinina. Við varum að tala um Seagal. Komdu með það. Endum á góðri Seagal-sögu. Vissir að Seagal lamdi, þetta var minni mig hann var Michael J. White var í þessu myndana með honum. Já, það er svalingur. Já. Ég dyrka Michael J. White. Ég sá þetta á TikTok. Eitthvað brot úr viðtölu, er þetta ekki frekar nýlegt? Jú, það sem hann er að tala um að Seagal var alltaf berja stöndarna. Í alvörunni. Já, fældi ég fá. Nema Michael J. White, hann kýldi hann ekki. Hann aldrei ekki, Michael J. White er bara lam. Þá kom einhver gæi sem var í þessari mynd líka. Þeir voru í Exit Wounds saman. Já, einhver gauð sem var í aukahlutverkina. Já. Og hann sagði bara, þú veist, Michael J. White langaði bara hreinlega að taka á fokkin murk á Seagal. Og hann gæti það. Pottið? Af því Michael J. White er legit. Seagal er það ekki. Þetta er keto-dóp, maður. Hann er ekki legit. En Michael J. White er legit kickboxari og hann er líka hítur svalur. Fucking massaður og... Við hefur ekki séð Blaxploitation myndina með hann? Hvað heitum? Black Dynamite? Já. Hefur séð hana? Ég hefur séð hana. Hvernig varst hún? Fín. Þetta er svo mikið svona eins og er í gangi þarna og þetta var á þenni 70s. Því að þið náðulega svona andrúsloftinu og væpinu, sko. Já. En það er alveg mynd sem ég kannski þetta hóra aftur á, en mér varst það fín. Ég bara elska Michael J. White. Veistu á hverju karakterin er byggður á? Black Dynamite. Hann er byggður á, hvað heit hann? Jones, eitthvað Jones. Black Belt Jones. Já. Sem að var karakter sem sagt, hann lék Guðurinn sem leik í Enter the Dragon með afróið. Já, hann var fucking svalur. Já. Fuck, hvað hét hann? Hvað ká? Hann hét... Hvað hét hann? Veistu það, ég get ekki enda þáttinn á því að vissi bara hvað hét hann? Enter the Dragon. Já, hann var fucking svalur, svo gæi. Jim Kelly. Kelly, ég var að hugsa, eitthvað Kelly. Jim Kelly. Þessi sérst Jim Kelly. Black Dynamite er byggður því að þú hlustar og horfur Black Belt Jones þá er hann með þessi sumir hljóð og Michael J. White er með í Black Dynamite. Svo líka kannski hefði ég kunnað betra að meta Black Dynamite ef ég væri rosa mikið inn í þessu myndum. Ég bara þekki það ekki nógu vel. Ég sé nokkra af þessu, bara fyndið að sjá, sérstaklega maður sér Black Belt Jones og sér bara já, ok, með afróið, með þessi þvílík glætaðana, stútar öllum gaurum. Mér fannst það samt alveg, mér fannst það fín. Það er bara svona til sána. Herru, við getum talað endalaust, Anthony.
Þetta er búin að vera ógeðslega gaman og ég er líka spenntið fyrir næsta ári. Ég held að það verði gott ár. Ég held annað. Ég ætla að jákvæða. Herru, bara takk hjá að koma. Takk fyrir mig.